velkomin að Rauða borðinu. Í þættinum í kvöld margt á dagskrá. Í lok þáttarins þá tala ég við Njörð Sigurjónsson sem lektor á Bifröst háskólanum tíma og vinnu. Það Guðmundur Finnbogason sem var landsbókavörður, en áður hann var landsbókavörður þá var hann að sækjast eftir því að verða að kenna yfir háskólanum sálfræði og birti greinar svona stjórnun eða mælingar á handbrögðum til þess að auka afköst og framleiðni í vinnu. Þetta eru hugmyndir sem voru þá tiltölulega nýjar erlendir sem komu fljótlega hingað. Ég ætla að ræða við Njörð þetta, en svo tíma og vinnu almennt, hvernig að beygja sig undir helvítis klukkuna þegar maður að vinna og hvað það einhver náttúrlegu tími sem eðlilegt að halla sér að, hvernig við upplifum framtíðina í fyrirtækjarekstri eða stjórnum samfélagsins. Við ætlum að tala tíma og vinnu í lok þáttarins. Við förum oft í ferðalag við Rauðaborðið út í heim. Nú ætlum við að fara til Brasilíu og það Luciano Dutra sem verður mun fylgja okkur þangað, segja okkur frá reyna að segja okkur frá hvernig landið samsett, hvernig átökin eru innan þess, svolítið pólitíkina og stöður í heiminum og af hverju miðað við öllu auðæfi sem að Brasilíumenn búa og bæði í náttúrunni og í mannaflinu, af hverju Brasilía höktir svolítið, næri ekki almennilega blómstra. Það verður sagðar femíníska fréttir miðan þáttinn. Það María Pétursdóttir og Sara Stef Hildar sem munu fara yfir femínískar fréttir vikunar. Það verið að ræða útlendingalög í þinginu meðal annars, líklega einn af ástæðunum fyrir því að það verið að gera það mikill fjöldi fólks sem kemur frá Venezuela hingað til lands og ennþá að koma. Það nú fleiri sem komið frá Venezuela til dæmis í desember heldur en komið frá Úkraínu. Við ætlum að tala við mann frá Venezuela, Danielo Nava sem Nava sem býr hér, kom hingað 2016 og vinnur á leikskóla, grafískur hönnuður og enskukennari. Ég ætla að spyrja hann aðeins hvernig að vera frá Venezuela og búa í Íslandi og hvort að hér sé kannski að verða til stórt samfélag flóttafólks frá Venezuela heima, hvort að það hefði áhrif á það að vera frá þessu landi þá með svona stóran hóp með sér eða hvort það hefði áhrif á Íslands samfélag. Það ennþá högta bankar í heiminum. Nú bara búist við að stórbankin Credit Suisse sé að falla. Hann byrjaður að biðja eitthvað svona heilbrigðisvottorð frá Seðlabankanum svissneska og þeirra bankar eru byrjaðir að reyna að sanna fram á þessu tröstir að þá nú sagt að þeir ekki tröstir og það yfirleitt í sögunni hefur þetta verið upphafið að endinu á bönkum þegar þeir eru að biðja viðurkenningu á því að þessu tröstisverðir. En við byrjum eins og vanalega á fréttum dagsins og það María Pétursdóttir sem hér. Hvað að frétta? Já, það náttúrulega bara kannski fyrsta frétt bara að Credit Suisse að hrynja. Já. Og þannig að þeir eru núna bara hver á fætur öðrum þarna í erlendis. Já. Þetta ólík mein, held ég. Já. Ég veit ekki, ég ætla að spyrja Ásgeir Brynjar út í það hvort að þetta sé, það nú alltaf að reyna að sannfara okkur þetta sé einstakt fyrir hvert banka fyrir sig. Já, þetta samt að gerast svolítið núna ört á. Já. Nú sagt að Credit Suisse búin að vera í vandræðum mjög lengi og það þetta rétt sko. Það var að tala hann að við fallið eitthvað 30% í dag og 50% fyrir helgi en ef þú skoðar hann sko kannski 10 eða svona, ekki svona bara 5-6 ára aftur upp í tíman að þá verðmætans núna bara 5% af því sem hann var fyrir. Já. Þannig hann eiginlega svona markaðurinn metur hann bara hann bara eiginlega að hrynja sko. Já, einmitt. En okkur sagt þetta sé að því að það mikil spillingamál tengd honum. Já. Sem en það á við annarkot banka í Evrópu. Það á við Deutsche Bank og Danske Bank og þeir eru allir sko möljetnir af spillingu. Og það alltaf komið ljós betur og betur að þetta eru stofnanir sem eru bara eru notaðar af auðvasta fólkinu til þess að svíkjölda skatt
gældi Já. eða komast yfir Já. eignir og þetta er náttúrulega anstyggilegt fyrirbrigði Já. og maður ætti ekki að gráta þegar þeir falla, Nei, kannski gráta þeir falla alltaf á almenning sko. já, Ég kíkti á bankana íslensku, já, hvort að þeir væru og skoða aðeins svona lengra aftur í tíman, tók bara svona páskalitið í fyrra. já, Þá hefur Kvikabanki hefur lækkað 22% síðan þá og Arionbanki 21%. já, En Íslandsbanki hann við það sama. Þetta er útboðsgengið. Þetta 121 króna á og hann ég held að hann hafi verið 121,4 í dag. Og þá getur maður veltið fyrir því hvað er þá Íslandsbanki svona traustar en hinni bankanir. Hann lækkar ekki þegar hinni lækka. Svarið er líklega nei, ástæðan er svo að sko útboðsgengið var svo lágt. einmitt. Þannig að þú veist, ef hann hefði sveiflað bara eins og hinni bankanir sem að ég held að í fljótu bræði mætti bara rekna með, það er ekki svo ólíkur banki, Arionbanki eða Íslandsbanki. Það var reyndar einhverja svona arðgreiðslur út úr Arionbanka sem maður þyrfti líklega að taka tilliti til að maður var að gera þetta svona á einhverju nákvæmni. En mér finnst þetta að vera svona vísbending að enn einn vísbendingin það að bara hann var seldur allt og lága verði. Já, já, einmitt. Til valingunar. Já, til vinna vondamanna. Já, en þetta er sko, já, Seðlabankastjóri hefur núna verið að bregðast eitthvað við þessu, væntanlega. Já. Fjármálastöðuleika nefnd var með fund í morgun, það var að gefa út. Já. Og þeir voru með aðgerðir til þess að vega upp á móti verðbólgunni. Og það voru að þrengja útlánagetu bankana með auka eigið fjár kröfun á þá 2,5%, það er svolítið mikið sko. Já. En þetta tekur ekki gildi fyrir til 12 mánuði. Íslensku bankanir eru með ágætis eiginfjárstöðu fyrir, þannig að svona sýnilega þá held ég að sé kannski erfitt að spá fyrir hvað afleiðingar þetta hefur. Nema helst þær að það eru eins og Arionbanki og núna Íslandsbanki eru með plönum að greiða eigundum sínum það eigið fé sem er í bönkunum umfram skildu. Já. Þannig að kannski verður það helstu afleiðingar af þessu að bankarnir geta ekki verið svona að móka peningum til eigandana. Nei, Arionbanki var með plan og ég held að halnaði með það og rúmlega það að setja 90 milljarðar til eigandi sinna. Þetta er miklu peningar. Þetta er náttúrulega bara rúmlega Landspítali. Já. Og Íslandsbanki er með samskonar plan en þau er bara komin skemmra á veg. Kannski hefur það afleiðingar. Það sem er með athyglisverðast á þessu fundi og þessari greinagerð sem er sendt út og tilkynningu var að þau eru að fjalla húsnæðismarkaðinn og fullir það að sko framboð hafi aukist. Já. Mér finnst það ekki mér finnst það bara ekki passa sko. Nei. Tölvustur fjallaðmynda á samstöðinu að bara fjölmann sem að bendi til þess að svo er ekki. Það er eins og eru eftirspurnin fallið sko, vegna þess að það er svo dýrt að taka lán. Stóru hópar sem að komast ekki í gegnum greiðslumett. Já. Og þess vegna hefur verið hægt að hækka. Svo er það aðeins misjaftur hvaða framboð og hvernig húsnæði er að aukast. Já, það er náttúrulega nóg framboð af dýrum hvað við kallum þetta, blokkaríbúðir. Já. Þessum svona 5-6 sæða lúxusíbúðirnar. Já. Ég veit ekki alveg hvaðan þessi hugmynd kemur að sé svona rosalega eftirspurn eftir rándýrum blokkaríbúðir. Nei, nákvæmlega. Þetta var ekki. Og það er reyndar líklega oframbóða þeim. Já. Og það er svo ekki eftir að kemur alltaf frétt svona á Mogganum og Vísi og hinn og þeirra. Seldist ein íbúð, það er svo frétt sko. Já, það er líka bara í sko því nú er ég búin að vera að skoða atvinnuhugsangar. Þú ætlar að kaupa eina svona íbúð? Já, ég ætla ekki að kaupa eina svona íbúð sko. Ég fekk hins vegar. Já, einhver íbúð. En ég er búin að vera að skoða á fastegna vefnum undanfarið og það er hanga rosalega lengi inni auglýsingin sko seld, að eign sé seld. Það er alveg bara eina eign sem að ég veit ekki hvað hún er búin að vera lengi inni sem seld sko. Og það er náttúrulega bara af því að þeim vantar líka. Bæði kannski eru þeir að auglýsa sig eitthvað, hvað þeir séu nú duglegir að selja eða eitthvað. Já, en líka bara að það hefur skort húsnæði.
Það eitt sem að kemur til en ég veit ekki til dæmis eins og að því já, ég bara á erfitt með að finna eitthvað sem ég myndi vilja kaupa. Það er svo dýrt. Ég bara bæði, það er náttúrulega allt alveg hrikalega dýrt og svo bara finnst mér vera skortur sko. Já, og svo getur líka verið að auglýsingin með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú bara áttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Já, það er alls konar keðjur í gangi sko, það er langar keðjur. 16 íbúðir Já, ég þekki fólk sem í svona. Það er alltaf einn sem fær ekki greiðslumat sem að fellir röðina. Fellir keðjuna, ég veit það. Þannig það er kannski ástæðan fyrir þér. Ég mitt. Það var Seðlabankinn ítrekkaði það var reynda með íbúðunar, þar sem að hann, Seðlabankinn tekur undir það að álagning verktaka, eins og við nú verið að segja hér í mörg ár, sko, á íbúður bara allt og hátt. Já, það er það. Og BHM var með útett á þessu núna í vikunni, sem að við, vorum að mynda ræðið ekki gær. Já, en Seðlabankinn tekur undir þetta, að það sé, sko, ég veit ekki hvernig hann er að meina með þessu, að það sé svona svigrúm til lækkunar eða eitthvað leys. Gallin sá að íbúðir mun ekkert lækka hérna og ekki heldur atvinnuhúsnæði mun ekkert lækka hérna því að bankarnir eru sko inn í þessu og hafa lánað til allar þess verktaka og hlera og svo fasteignafélagana að ég held að það bara þól ekki verðlækkun sko. Þannig ég hætti henni svo að það verið haldið uppi háu verði. Já. Mér skilst að þetta sé vandamáli til dæmis í Japan að það hefur verið haldið upp í sko háu eignaverði áratugum saman sko eftir að það var raunverulega hefði átt að falla, hefði verið bara hollara fyrir allt samfélagið það hefði fallið bara orðið til eitthvað nýtt nákvæmlega. En þetta er hangið uppi út af svona bankarnir þól ekki að taka þetta í sína bækur veit ekki hvað það er. En annað sem að Seðlabankinn var að segja að hann vil fá íslenska greiðslumiðlun fyrir smágreiðslur sem þá vísakort eða í síman eða eitthvað og þau hafa verið að segja þetta og ég veit ekki eftir hverju þeir eru að reka því að Seðlabankinn á að geta gert þetta sko. Þetta er svona sagt að einu sinni benda þér á að enga framtækið þurfa að sjá þetta. Ég veit ekki og flytja það svo að bankarnir gera þetta úr landi. Bankarnir áttur áttu svona og seldi þetta. Bankarnir áttu Borgun, seldi hana til Brasilíu. Nákvæmlega. Bankarnir áttu sem að hétta einu sinni Valitor og heitir eitthvað, ég man ekki hvað þetta, sendi það til Ísrael. Og nú er það sérstætt vandamál. Þetta þykir fyrir þjóðaröryggisráði. Það við séum ekki með okkar að einmitt. Gylfi Sóega, hagfræðingur, hann hefur talað þetta í nokkur ár. Og hann vil fá svona ekki það að flytja þetta bara til landsins og sé haldið áfram eins og okri á neytendum. Heldur vill hann fá svona eins og Dankort. Þau eru búið í Danmörku? Já, ég volst að hluta til upp í Danmörku en ég man samt ekki. Nei, ég man ekki eftir svoleiðis. Það er Dankort er debitkort með algjöru svona lágmarks greiðslum. Það er bara tekið bara eins lítið af þeim sem er að nota það og mögulegt er. Á meðan að kreditkortin eru þannig að það er verið að taka eins mikið og fyrirtækin komast upp með það fólki og líka það eru örugglega eitthvað svona í Þýskalandi líka. Grunar það. En svo þarf þetta ekki að vera formlegt Dankort nú er þetta bara búið til eitthvað svona kerfi þar sem þú borgar. Því að raunverulega er þetta bara að vera að flytja þú átt eitthvað inn á sparreikninginu þínum og ferð út í búð og kaupir ís og þá bara fluttur frá þínum reikningi yfir á ísbúðarreikningi. Það er ekki að vera einhver rosa færslugjöld og nei, ekki milliliður. Ég held að sé mögulega ekki að gera þetta bara sem millifærslu. En allavega máttu þið skilja það af Seðlabankanum. Hann er reyku eftir og ég bara átta mig ekki á eftir af hverju hann bara gerir þetta ekki. Ég vona að hann gerir þetta því ef að bankarnir gerir þetta þá bara selja þetta við næsta tækifæri. Það er nefnilega málið. Þeir eru nú þekktir á öðru eins sko. Heyrðu, Ragnar Þór var endurkjörinn í VR-kosningunum. Kom engum á óvart kannski? Nei, það kannski kom engum á óvart. Það var samt, kannski kemur einhverjum á óvart hversu að það hafi ekki munað meiru á þeim sko, honum á 11. Já, hann fekk 63 fyrir 2 árum, nú fara 57. Já, pínulítið að lækka. Pínulítið að lækka. Veit ekki, kannski það náttúrulega
aðdragandi þessara kosninga þá var þetta svona gagnrýni sem er vitað að er innan VFR sem er svona, þarna er fósturagangurinn og þetta er nú gamalt sjálfstæðismenn töldu sig eiga þetta bara, þetta verður bara útibúð frá Valhöll. Þannig það hefur alltaf verið slík andstað inn í, en ég held að sé ekki fræðilegu möguleiki að Ragnar Þór Ingólfsson fái 80% atkvæða það er bara ekki hægt, sko. Nei. Ég held að sé alltaf svona cirka þriðjungur sem er á mótunum. Já, einmitt. Munurinn kannski núna er að í aðdraganda þessa kosninga hafa verið svona ASÍ-þingið, upplausnin, þannig að inn í verkefnisleifingunni, hann bauð sér fram, hætti við, það er svona, ég held að sé svona veikara tillöpið núna. Já, einmitt. En ég held að þetta sýni það hins vegar að hann, þú veist, þetta er svipað og Sólveig Anna fékk í jaft erfiðum aðdraganda, sko. Einmitt. Og þau standi þetta bæði af sér. Já, það gerir það. Mikið meiri hluta. Einmitt. Hann svaraði eins og stjórnmálaði fólk gerir oft er kosið í, þetta er í svona innminniskjördæma yfirlýsing. Hann segir að ég ætla að vera formaður ekki síst þeirra sem kusum ekki. Já. Svona segja alltaf bandarískir og breskir stjórnmálamenn fyrir að vinna kosningar. Nákvæmlega. Af því að það hefur klofnað á milli, sko. Meðan að kannski í þingkostningu og svona, það þarf ekki að segja þetta. Ég er ekki frá því að hann hafi sagt þetta síðast þegar hann kosin líka. Þetta er eiginlega í svona, þeir eru tveir að deila. Það sækjast eftir sama embættinu. Þetta er bæðum að hefur verið svona mikil harka í þessu. Já. Varstu varðið það? Sko, mér fannst nú bara rosalega harka, sko, af hennar hendi, sko, ef eitthvað. Að svona vera vænanum legar og óhæðarlega. Þannig að það var eina sem ég var vörfið, sko. En ég veit það ekki. Hversu stjórn? Það er hérna... Stjórnin getur erfið, já. Já, það er hérna, það sem er kannski fréttnefnt í henni, er að Halla Gunnarsdóttir, sem er, við getum flokkað sem andstæðing Ragnars, hún sagði af sér sem framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins í kjölfar þess að drífa. Snædal sagði af sér hérna vegna erfiðleika í samstarfi við Ragnar. Þannig að Halla fær flest atkvæðin í stjórn. Hún er með 3.955 atkvæði sem eru 32% af þeim sem kusu. Þannig að hún er með, en þetta bendir náttúrulega til þess að margir kusu bara formanninn, sleppti að kjósa hitt. Þannig að ég veit ekki hvernig það var að meta það. Nei. En síðan er það sem er merkilegt er að Helga Ingólfsdóttir sem hefur verið í stjórn lengi að hún næri ekki inn í stjórn. Sigríður Sirrí Hallgrímsdóttir sem er skrifaði bakþangu fréttablaðið, mjög svona sumundu kallan að öfgahægri. Hún er ekki inn í stjórn, hún var inn í varðastjórn, hún er ekki inn í stjórn. Ég veit eiginlega ekki hvað er þetta að segja meira. Ólafur Reimar Gunnarsson sem var í stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna en þurfti að víkja þar eftir að Ragnar Þór stóð fyrir því að stjórn VFR skipti út stjórnarmannum af því að það voru svo ósáttir við þá þetta stjórn. En hann er komin inn í stjórnina. Og Jennifer Schröder sem að mér skilst að hafi séð tengt Elfur Hrönn. Þannig að það er Halla, Ólafur og Jennifer sem eru svona órulega deildin, Já, kannski. myndi segja að væri getur reynst hérna Ragnari erfið, getur ykkur sagt. Anna getur sagt að það myndi bara tryggja það séu ólík sjónarmiðin í stjórninu og konar. Ragnar kom inn í fyrsta skipti, þá held ég að hann hafi upplifað það að það var engin vinur í stjórninni. Nei, einmitt. Þegar hann var kosin hann fyrir hvað 6 árum. Akkurat. Þannig að og hann hefur talað það hér og talað þegar hann var að bjóða sér fram til forsetaði síðan, talað það verið á kostum sínum. Hann geta komið inn í svona hostæl óvinnvettan hóp. Já, einmitt. Þetta verður örglega svona einhver hasarlæti. Þetta verður einhver hasar. Og Gabriel Benjamin sem var trúnaðarmaður á skrifstofu Eflingar og hefur gagnrýnt Ragnar Þór mikið fyrir að hafa ekki fordæmt fjöldauppsagnir eða hópuppsagnir. Hann er í varastjórn. Hann ætti ekki að vera í varastjórn en það er fléttulisti. Þannig að það er passað hlutfallið milli kynjana sem að veldu því að kallandi græða svolítið þessu. Þetta er til að venda kallpenningin í VFR
Það til dæmis 2 konur sem að fengu fleiri atkvæði heldur Gabriel og ættu að vera þarna frekar. Það er umrædd Helga Ingólfsdóttir og Sirrý Hallgríms. Þannig með það. Já, umrædd. Herðu, næsta frétt. Umboðsmaður segir dómsmálaráðherra hafa farið á svig við stjórnsýslulög með reglugerðum rafbyssur. Hann segir raun að hann hafi bara farið á svig við sko einmitt stjórnarskrána og lög sko. Þannig að þetta er sama hann er mjög harðorður sko. Þetta er sama og Geir Haarde var dæmdur fyrir í Landsrétti. Já. Það er ekki borið fram mál sem að bera fram þessi stefnubreiting sem að felist í því. Já. Að þá bera þetta upp í ríkisstjórn. Einmitt. Þegar Jón var spurður að þessu í Hátúrsfréttum. Já. Þá hló hann að þessu. Já. Já. Það er alveg fárlegt. Þetta var ekki við mig. Já. Þetta er alltaf viðbrögð þegar stjórnmálamenn eða ráðherrar brot á jafnréttislögum. Já, ég er bara alveg ósammála þessum úrskurði. Ég er alveg ósammála umboðsmanni. Já, ég er alveg ósammála Hæstarétti. Já, einmitt. Þetta er alveg, ég veit ekki hvenær þetta byrjaði. Nei, einmitt. En það sem er kannski svona... Trump mætti þú veist, vera ósammála Hæstarétti, umboðsmanni, öllum svona meginreglur samfélagsins. Nei, ég er bara ósammála þessu. En hann líka, hann svona sussar á Katrínu sko líka fyrir að skrifa sér í svarbrefi að hún hafi ekki, að sjá enga ástæðu til þess að elta málin eitt lengra þegar hann vildi ekki að því hún biður á nýruninu að taka þetta upp á ríkisstjórnarfundi og hann hafi ekki lítið og eitthvað svona, þá bara því miður, svona er þetta bara. Og hann er mjög ósáttur við þetta svar líka. Segir bara hún hefði alveg getað selst lengra. Verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Það er ekki lítið vald sem að forsætisráðherra hefur, hann ræðir ekki einu svona sko funda dagskránni á ríkisstjórnarfundum. Einmitt. Þannig að þetta er svolítið alvarlegt. Alvarlegt mál. Þetta aðalega þetta sem að ég er að koma að þetta er bara þetta er að grafa undan trúverðuleika samfélagsins. Já. Ef að dómsmálaráðherra, hann er fleiri en dómsmálaráðherra þessi, Sigríður Andersen var líka svona, hún var bara ósammála Hæstarétti. Já, hún var bara ósammála öllu sem Hæstarétti sagði. Ég getur vel verið að þessi kallar hana í sloppnum og telli þetta, en ég bara er ósammála þessu. Já, einmitt. Þetta er alveg. Já. Svo kallar við þetta lið sem að þykist vera svona borgarlegi stjórnmálamenn og ættu að sko það var skiljanlegt að róttæki sósíalistar myndu efast umboð Hæstaréttar sem er bara samansafnað einhverju sjálfstæðiskurvum sem er búið að setja þannig. En það er svolítið sérstætt þegar sjálfstæðismenn sjálfur. Ég veit það er mjög sérstætt. En já, svona er þetta samt. Heyrðu, útlendingalögin voru afgreitt. Nei, ég veit ekki hvað þessi búið. Að hluta til, já, það er svona, þú getur tekkað þessu. Hvort það sé ennþá í gangi. Já, hann fer ég hérna inn á það er atkvæðagreiðsla. Já. Og það var verið búin að vera nokkrar atkvæðagreiðslur. Síðastir ég tekkaði voru það búin að vera hvað er það margar? Ég held að það sé ekki ennþá komin að það eru búnar 21. Einmitt. Og það er ennþá verið að kjósa breytingatillögur. Já. Svo voru þannig mótmæli í dag fyrir út af þessum atkvæðagreiðslum. Þá fara þeir allar alveg eins. Það er öðru megin eru Samfylkingin, Píratar og Viðreisn. Já. Hinu megin er ríkisstjórnin og svo situr Flokkur fólksins hjá. Já, einmitt. Flokkur fólksins kom með eina breytingatillögu og það var bara Flokkur fólksins sem greiddi atkvæði með því og þá vildu þau einhvern veginn að setja inn í lögin að það mætti ekki veita fólki hæli einingis út frá efnarslegum ástæðum. Ég veit ekki hvað hugsa var í því. Nei. En síðan hafa komið marga breytingatillögur og það er falla eiginlega allar alveg eins. Já. Og svo held ég að í tilfellum þá er stundum miðflokkurinn sem er með ríkisstjórninni. Já. En þarna ég held að það reynir mikið á VG. Katrín er ekki í húsi. Katrín er ekki í húsi? Nei, hún er bara, erum ekki á leiðinni frá Úkraínu til Póllands? Jú, hún er náttúrulega bara brimvörðum bíl. Í brimvörðum bíl. Já, hún það er rétt. Fjárstödd. Já. En það eru þarna Svandís og fleiri er að kjósa með þessu. Já. Þetta er náttúrulega bara gríðarlega sorglegt. Æ, þetta er svo sorglegt. Nú?
Nei, einhvern veginn að Vafki skuli sko farið bara alveg yfir á hinn vængin. Það er spurning hvað fólk ætlar að vera lengi að hissast yfir því. Vafki. Já, einmitt. Einhvern tímann er hissið búið. Einhvern tímann verður bara hissið að vera búið. Einmitt. Það er ekki, mann getur þótt það sorglegt fyrir því. Já, herðu, Sigurður Þórðarsson, fyrrumsettur ríkisendurskoðandi, boðaði fund hjá stjórnskipunarnefnd Lindarhvols skýrsluna. Hann var boðaður á fund. Það er stjórnarlega sem að vilja fá hann. Já, á stjórnskipunarnefnd. Það skilur ekki því að það má ekki bytta skýrsluna hvað okkur ætlar að tala við kallinn. Já, einmitt. En það lítur að vera eitthvað ástæða fyrir því að þau allt í einu boðan. Þannig að það er eitthvað tricks í þessu. Já, kannski. Kannski, ég veit ekki. Nei. En já. Þetta var á þinginu. Já. Herðu, svo er það gervigreindin sem að lærir íslensku sem við rættum aðeins í gær. Já. Það er búið að tala mikið hana einmitt í dag. Já. Í öllum fjölmiðlum. Það er Eiríkur Rögnvaldsson. Já. Það er spurt gervigreindina hver er ég? Já. Og sástu þetta á Facebook? Já. Gervigreindi svaraði að hann væri landsfrægur og heimsfrægur leikari. Já. Og leikstjóri. Hefði leikið í mann ekki hvaða myndir það voru, Batman Begins, eins og stórmyndir og í áramótasköpinu. Já, já. Þannig að kannski þótt hún læri gervigreindin læri íslensku, þá kannski hún vitlaus. Það var hún vitlaus. Það er nefnilega málið. Ég hef alveg leikið mér í svona gervigreindaforriti með því að einmitt að spyrja alls konar spurninga og það er þetta ef þið vantar einhvern að tala við þá getur alveg átt í löngum samræðum við svona gervigreind. Innihaldsríkum. Já, eða þú veist, fyndnum. En líka stundum innihaldsríkum þannig lagað sér og maður verður alltaf hissa hvað gervigreindin hefur mikla tilfinningar innan gæsalappa en svo er þetta náttúrulega bara þess að milli algjörsteipa þannig að þetta er gaman að þessu. Sverrir Agnarsson hann er múslimi og ágætlaði sér í Kóraninu mann eftir einhver setningu sem hann sagði, ég veit ekki hvað tíma ég verið að vitni það er bara eitthvað, sagði mig bara einhver tíma í einhverju samtali. Já. Hann sagði að fólk er alltaf að leita eitthvað svona gervigreind málið er að gervigreindin er í hausnum á þeim sem er að leita gervigreind sem halda þið getur gert tölvurnar mennskar það er fólki sem er með gervigreind því að það er ekki raunveruleg greind. Ég hlustaði líka á stand-up comedian svona uppistandara Elvu, Túrett Elvu daginn þar sem hún var að lýsa syni sínum og hún sagði hann væri gervigreindur. Ég held að maður er mikið á til dæmis ef þú ert mikið á netinu og þar sem að einhverju algoritmar stjórnaði hvað þú sérð þannig að endar ef þú verður gervigreind. Já, einmitt. En við getum orðið heimskar og heimskari á íslensku. Já, við getum orðið heimskari á íslensku. Töpum aldrei hugsun. Já, nákvæmlega. Nei, það er ekki þetta er nú ekki alveg þannig. Við ætlum að finna leiði til þess að ræðum þetta við rauðaborðið. Erum við þá komin með fréttir dagsins? Já. Þá segjum við sem komin hlé í fréttum dagsins í bíli því að við ætlum að tala kannski stæðstu fréttina í okkar álfu allavega. Það er fall Svissnesk banka eða sem er alveg við að falla. Ásgeir Brynjar Torfarsson sérfræðingur í reikningsskilum banka ætlar að koma hérna eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.
Það hérna fyrir helgi þá fjall bandarísku banki, SVB bankin, og fæstir á Íslandi vissu hver hann var, en áttu sig á því að þetta var stórbanki og tölvöru tíðindi og ekki síður viðbrögðu stjórnvaldi í Bandaríkjunum. En núna banki að riða til falls sem stórbanki í Sviss, Credit Suisse, sem að flest hafa einhvern tímann séð og lesið, þannig að þetta kannski koma nær okkur og verða ógnvænlegra hrun banka. Ásgeir Brynjar Torfason, leiðsögumaður okkar undraheima bankana, hingað komin. Þetta er svolítið svakalegt. Já, þetta GSIF sem það heitir, sem sagt Globally Systemically Important Financial Institution, sem sagt alþjóðlega, kerfislega mikilvægur banki, hann það stór. Já. Þannig að ég ætla nú ekki að fara að lýsa því yfir hér að hann muni falla, því það var nú tilkynnt sem sagt kaffileiti í dag, þeir var að funda að þeir hefðu óskað eftir aðstóðið yfirlýsingu frá Seðlabankanum svissneska, og þeir að biðja Seðlabankanum að segja sig í lagi með sig. Já, það er ekki gott. Nei, ef þú þurfur að gera það er náttúrulega ekki gott, og það kom núna bara þegar var á leiðningað að þá hafði komið yfirlýsing, þá voru þeir búin að funda í fjármálaeftirlitinu og svissneska Seðlabankanum og sögðu að hann væri í góðri stöðu með nægt eigið fé og nægt lausafé, en ef á þyrfti að halda þá myndu þeir fá lausafjáraðstoð frá svissneska Seðlabankanum. Og hvað þýðir þetta? Það voru gefnum svona yfirlýsingar íslensku bankana bara kortið fyrir. Já. Við skulum samt gera greinarmun á Sviss og Íslandi. Þeir eru búin að vera alvöru fjármálamiðstöð í 150 ári að 200 ári. Það gengi illa og sérstaklega þessu banka bara ratað í, þú veist, bara hvert hneykslið að fætur öðru og eiginlega bara innan alla syndugu bankana, lítur út bara eins og syndugasti bankin. Já, og það hluti af vandanum þannig. Það sem að gerist í dag eiginlega og myndi meina mest á viðburðuna fyrir 15 árum að svo kallu CDS-in, Credit Default Swap, sem sem sagt svona gjaldþrota tryggingar áhættu álag, að það rauk úr 300 upp í 1100. Og ég á einhverstaðar heima forsíðun á Dagens Industri, sænska fjármálablaðinu, frá því mars eða april 2008, það sem þeir birtu svona graf af skuldatryggingarálagi íslensku bankana tryggja, sem fór líka svona úr 100, 200, 300 og svo rauk upp í 1000. Þannig að það 2500 minnum ég það var mjög hátt að hærra þetta. Og það lifi á engi banki að lifa þetta af þetta? Nei, þetta merki að banki sé í mjög, mjög alvarlegum vanda. Það sem skilur þarna á milli það sem gerist hér og þarna núna það að einn af þessum 5 mikilvægustu viðburðum fjármálasögunar og þessar öld sem ég myndist á hérna fyrir vikunni var 2013, það var byrjað 2010 tímabundi en fest í sesti 2013 samkomulag milli C6 sem svona svipað G7 eða G8 sem var, en það eru sem sagt 6 helstu seðlabankar heims. Þetta óformleg voru klúbur, en svissneski seðlabankin einn af 6 mikilvægastu seðlabankum í heimi, þannig að þeir eru í innsta hring og eru með gjaldmiðlaskiptasamninga við Englandsbanka, Evrópska seðlabankan, Bandaríska Fedin og svo þannig Kanada og Japan með, og það þýðir það að þeir hafa óendanlegt afl til þess að dæla inn peningum inn í þennan banka. Já, lánalínu til þess að ef að kunnan að taka út og jáfnvel kunnanir sem eiga dollarareikninga eða evrur að þá verður ekki þurrð hvorki í bankanum í seðlabankanum verði þannig áhlaup. Þannig að og svona til samanburðar líka sem sagt útflæðið af innstæðum sem að þeir voru farnir að monta sig af núna fyrir í þessum mánuði í Credit Suisse að væri farið að minnka mjög mikið. Það væri ennþá útflæði en það væri búið að minnka mjög mikið útflæði frá þess að það var. Að það var á síðasta árfjórðungi síðasta árs og 3 mánuð sem sagt 100 milljarðar bandaríkjadala. Silicon Valley bankin sem vorum að tala hérna út úr honum flætti 42 á miðvikudaginn í síðustu viku.
Þannig að það var, 2,5 sinni meira á 3 mánuðum í Credit Suisse, sem þó líka miklu stærri banki. Þannig að, vandinn þarna einhverju leyti svona panik eða órói í framhaldi af hinum, en líka þetta sem þú nefnir, allir þessi skandalar sem eru búin að vera að fara í gegnum og reyna að laga. Það maður bara séð hvernig gengi, hann segur svona bara, segjum undanfæri 6-7 ár, hann náttúrulega bara, ég held hann segjum náðu alltaf 3% af því sem hann var gengið fyrir svona 6 árum. Hlutabréfin féllu 24% í dag, en þau eru búin að falla 85% á síðustu 2 árum. 85%, það bara 15% eftir af því sem þeim voru. Þannig að svona venjulega svissarar, saga þessar banka mjög falleg. Hann stofnaður 180 eitthvað árum síðan þegar verið að byrja að gera svissnesku lestarnar. Þetta Credit Suisse, þetta búið til sem kreditfélag til þess að, þeir ríku svisslendingar sem sáu fram á hvað samfélagi getur orðið betra ef það byggt gott lestarfélag, lögðu inn kapital til þess að fjármagna þá uppbyggingu og fengu þá peninga tilbaka. Og það raun og veru grunnurinn af þessum banka og svo byggist upp samhliða þessi svona fjármála þjónusta Sviss sem svona, einn af þeirra mikilvægustu og í greinum. Því þjónusta við allra auðvasta fólki í heimi sem eru líka einræðisherrar og glæpamenn og mest bara óþjóða líður í heimi í viðskiptum að það. Ég byrjar að segja þér alltaf hérna svona fleiri og fleiri sögur úr fyrra lífi mínu í Skandinavíu þegar ég var í fasteignabransanum, þá saði einn gamall reyndur þar, við lendum einu sinni í því að þurfa að taka yfir hérna banka í Luxemburg, það var meira djöfursvesenni maður lendir kannski í því það kemur einhver Rússi og leggur inn 100 milljónir evra daginn fyrir gamlársdag og þetta ekkert nema bara vesen því þú þetta upplýsa þetta gagnvart yfirvöldum og peningaþvætti og svona, þannig að þeir voru fljótir að losa sig við þetta þennan vöxtur með þessi sem vilja vera í fasteignabransanum. En af hverju þessi banki í þessum vandræðum? Það sagt að hann sé spiltur, en ég menna það áviðum eiginlega alla banka. Þú veist, það eru Deutsche Bank og Danske Bank og allir eiginlega bankar hafa gengið í gegnum einhverja skandala frá hruni, bara hvernig fættur öðrum. Já. Hvað svona sérstakt þennan banka? Við þennan? Nei, það í sjálfu sér kannski að einhverju leiti sögulega arfleið sem eru búin að vera að hreinsa af sér og kannski einhverju leiti bara aðstæðanum sem lendi núna, en aftur vil ég þá fá að segja þegar það þrengir að í kerfunni eins og ég var að lýsa síðast og þá reynir á hverjir standa stöðugir og hverjir eru með eitthvað shaky og þá hristist þá þaðan og varðandi þennan banka þá var mögulega búið að vera ómikið að greiða út hérna og fá bónusa ómikil sókn eftir hagnaði sem felur þá í sér að þú lendir í að taka að þér viðskipti sem eru ekki eins örugg og góð og ætlamætti. Og sem að fara illa þegar að harnar í dalnum eins og hefur gert þegar vextir hækka. Það getur lent í stórkostlugum. Og það sem að vinir minn út í Sviss voru að segja mér núna líka í dag þegar ég spurði fyrir hádegi í dag hvað að fara að gerast. Þá voru svisslendingar farnir að búast við að þetta myndi ekki enda öðruvísi en illa. En það sem þeir borguðu 12 milljónir til stjórnarmanna á síðast ári að því þetta náttúrulega erfitt að stýra svona banka sem svona miklu vanda þannig það eru svona aðrið sem ganga fram af fólki en síðan náttúrulega líka svona einhvers konar þjóðarstolt þannig að menn vona að það verði nú hægt að bjarga svissneska hlutanum allavega. Þeir eru ekki alveg eins heppnir svissararnir eins og við vorum að geta bara sett lög sem segja skýt með útlendingarna og björgum innlenda hlutunum. Þeir geta það ekki þegar þeir eru með svona alþjóðlega mikilvægan banka sem svona tengdur út allan heim. Það myndir náttúrulega eyðileggja Sviss sem fjármálamiðstöð. Orðspor, og það engin annar nógu stór til að gleypa það. Deutsche Bank og aðri gátu gleypt tapið af okkar afkliftu útlands. Áttu satt í vandröð með það. Það er nú sagt að þeir hafi frestað uppgjörinu á Björgóli Tór meðal annars af því að þetta var bara stór biti að það hafi íslensku viðskiptin voru það stór að það að þeir þurftu að íta þessu svona sparkissu og undan sér eins og dós
þangað til að það var búið að sjallast einhvern veginn og var hægt að leysa málið. Já, og þetta sko þetta einn hluti vandans þarna með orðspor landsins þessa sögu og að það sérst svona stór alþjóðlega tengdur og getur í raun og verið ekki losað út úr og þar með verði, það hefur verið fundirnir frá því kaffeleiti þetta þangti núna í kvöld þegar Seðlabanki segir já við munum veita aðstoð eða áttar að halda það verða einhverju spennandi dagar framundan en sko ef maður reynir að greina inn í sjóuna af hverju gerist þetta okkur þessi banki sem ást að spyrjum þá var lítil frétt í síðustu viku sem að fór ekki hátt en skipti mjög miklu máli bandaríska SSC Securities and Exchange Commission sem svona fjármála eftirlit hlutabréfamarkaðins í Bandaríkjunum að þau gerðu athugasemd við ársreikning Credit Suisse að þau skildi ekki viss atriði þannig að þetta fresta útgáfa ársreikningi bankans í síðustu viku þannig að þetta gerir nú það verkum að lætur mig hérna reikningsskila áhugamannin vera ekki trúan á að þetta sé bara svona smitun út af panik út af því sem gerist í Ameríku og ameríski yfirvöldur eru búin að segja líka mjög sterkt í dag að hluta til að verja sig og sitt orðspor náttúrulega þeirra 2-3 litlu miðlungsbankar sem hafi fallið skapa engin vandamál í heiminum en segja núna við erum að fylgjast grannt með hvað er þarna að gerast í Sviss og evrópskir bankar fjallu gífulega mikið það og gamalgrónir, ég meina ekki bara Deutsche Bank heldur Société Générale og sko 5, 8, 9, 10, 11 Þau viðbóttu við það sem hefur fallið þau verður að jöfnu sig eitthvað í gær en þau eru kannski búin að vera að falla vel yfir 10% á síðustu tugum Þannig að þetta sko ég meina evran fjallum 2% í dag þannig að þetta út af þessu að talið að hluta til út af óró á fjármálamarkaðunum í Evrópu sem að mestu leyti á fjármálamarkaðunum Þannig það eru jarðskjálftar og þú getur mjög miklir og það er heimskulegt að standa í jarðskjálftar sem allt hristist og segja neini þetta allt í lagi þetta ekki neitt samstöðun eitt sá fjölmiðl sem einna best fylgist með þessu skrifa fyrstum en það sem að ég að veltaði fyrir mér sko, hérna, nú er sagt við mann og mann sér það svona því að vitni aðra fjölmiðla þá er það að segja Silicon Valley Bank, það var út af þessu sko. En hinn bankinni, það var út af allt öðru sko. Og Credit Suisse, nei, það er allt út af það var alltaf verið svo einstakt og sérstakt nú má það vera, því eins og þú sagðir áðan að þegar að kemur sko vandræðin að þá kom í ljós veikleikarnir og veikleikin hjá svissneska bankanum og bandaríska bankanum geta verið allt annara tegundar en ástæðan fyrir því að þeir eru að hrynja núna er svo sama getur það ekki verið, þannig að við getum þá bara allir sem er í einhverjum vandræðum þeir geta lent í sko stórkostlega vandræðum bara bang, 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 bang eins og dóminó þó svo að sé ekki allir með samskonar sko skuldabrefa kaup og fleira sem að sko Silicon Valley Bank var með, þá getur það verið bara allt annað sem er meinið sko Já, og ég meina sko bankarekstur er öðru vísi en annar rekstur ég meina, það er niðurstaðan úr dóttarskilginn minni, hinn einnig setningu að það þarf annars konar reikningsskil fyrir banka þeir eru ekki eins og hvert annað fyrirtæki og þess vegna er ekkert mikil lausn í því fallin að hafa það skoða á hlutabréfamarkað eins og hvert annað fyrirtæki og þá leysist öll heimsins vandamál þess vegna eru margir þeirra í eigu hins opinbera eða opinbera aðila eða opinbera sjóða stórum hluta til þess að veita á hvernig ballest ég meina stærsti hluta við í Credit Suisse veistu hvað Saudi Arabia? Já, en sko Saudi National Bank sem er ekki seðlabanki Saudi, tekst eftir það er smá líkindi þarna við Landsbanki Íslands sem heitir National Bank of Íslands sem að sumir útlendingar halda sér kannski það sama eins og það var Seðlabanki var náttúrulega skuffa í Landsbanki en Saudi Central Bank er seðlabanki en þessi Saudi National Bank sem er skráðbanki í Saudi Arabia hann tók þátt í hlutabréfaútboði hjá Credit Suisse í haust, október, nóvember þannig að þar var þó búið að gera þetta sem við vorum að tala hérna með Tóta að eigendunir koma inn með meira til að komast út úr vandræðum. Þeir eru búin að segja að þeir ætla ekki koma með meira. Nei, það var það sem gerist í dag og þess vegna fór hlutabréfaverðið líka niður og hérna.
og síðan gerist þetta í síðustu viku með að bandarísku yfirvöldin gera athugasemdir við byrju hörðu, hvað í gangi henni í svona reikningsskilum, við skiljum ekki alveg hvað þeir eru að reyna að sína fram á hér. Og svo eitthvað svona stjórnarkostnaður og mikill og síðan einhverjir skandalar með lán til snekkja fyrir ólíkarka og þú veist, þannig að það eru svona mjög margir vandræðapunktar við þennan banka sem að gera það verkum að hann núna næsta eða stærsta stjarnan sem að logar á bankaheimilinu. Stundum við sagt að svona eina sem að bankar eiga eru traust, eitthvað svona, ég hef aldrei alveg skilið það, en segjum að það sé. Og þegar kemur svona skandalar og hann er að skjálfa, þú veist, af hverju ætti fólk að geyma peningana sína þarna, eða það er bara eðlilegu viðbröð er bara að fara. Já, og sko... Og það getur við leitt í sjálfum sér til hruns. Það er vandinn og það var náttúrulega það sem menn voru að kljást við í Bandaríkjunum. Þar var það annars vegar það að Trump hafi létt á miðlungstóru bönkunum reglunum og það var í raun og veru það sem að Biden og Yellen voru hrædd við núna helgina að þá myndi bara allir fara að flýja úr miðlungstóru bönkunum yfir í stóru bankana þar sem er ekki gott fyrir þau eða kerfið eða neitt og þeir bankar getur farið á hliðina að algjörlega ástæðuleysu. Kjarnin í þessum vanda með þetta traust eða tapatraust að fólk getur alltaf flutt peningin ef að nógu margir gera það þá á bankin ekki pening til að nema að fá aðstoð frá Seðlabanka. Og einhvern veginn verður Seðlabankin að stoppa sko, hann getur ekki bara greitt all út eða það? Einhvern veginn verður hann bara að segja ég tek þetta bara yfir, það komið nýr banki hérna. Já. Ég seldi allar öll útlánin í annan banka. Það er það sem hefur verið að tala um núna hvernig verði leyst úr Silicon Valley bankanum. Það er ekki ennþá útkláð alveg hvort hann er rekinn af innstæðutryggingasjónum eða hvort hann verði seldur eða leystur upp eða færi þrótt. Það er ekki hægt að segja alveg strax sko, og menn verða að muna líka. Það er búin að vera ruglingur í íslensku fjölmiðlum hér með að sko, þetta var stærsta fall banka í Bandaríkjunum síðustu helgi frá því 2008 en það var ekki Lehman, það var Washington Mutual að því Lehman sko var öðruvísi dæmi og Silicon Valley bankin var samt 2/3 þá menn að metið þá í eignum bankana já og hvort er farið þrótir teknir yfir, leystur upp þú veist að hérna og hvernig björgunin er björgunin í Bandaríkjunum þurfti að hluta til að vera þarna á AEG tryggingafélagi sem tryggði afleiðusamningar það var eitt svona merkilegu punktur í dag varðandi Credit Suisse í viðbót við hvernig skuldatryggingaaflagi fór upp að BNP Paribas franski bankin sem er nú mjög svona komur að segja ég treysti þeim mikið, það voru þeir reyndar sem setti í gang fjármálakrísuna 2007 þegar að subprime hjá þeim broke the bucket sem gerði það verkum að þeir stoppuðu trading í peningamarkasjóðunum hjá sér í ágúst 2007 sko. Það var í raun og veru byrjunin að því sem endaði síðan í september 2008 en BNP Paribas sagði í dag við kunnana sína við munum ekki taka þátt í afleiðusamningum fyrir ykkur ef að mótaðilin er Credit Suisse og það er svolítið sterkur signal hérna og það minnir mann á þetta með að því það var það sem tók AEG niður og let þurfa ríkið í Bandaríkjunum þurfa að taka AEG yfir að því þeir tryggðu samninga að þarna er BNP að segja sko, meira heldur en bara CDS álagið að fara upp við viljum ekki eiga viðskipti afleiður við viljum ekki vera húsið þar sem þú ætlar að vera að veðja við höfum bara ekki trúað því að þessi banki lifi. Já, það er ansi svona sterkur signalum við erum hræddur að hann kannski lifi ekki og þetta er sama og ég var að lýsa hérna skandinavísku bankarnir sögðu og það kom skýrt í ljós í Financial Times í dag. Ég meina, menn dróu úr mótaðilunum sínum, hver marga þeir voru að eiga viðskipti við, fækkuðu, fóru í örugan hérna, hvað heitir það? Við fóru í svona á viðbúnaðastig eins og spítalandir En nú er hljómara bara eins og við sem komin til 2008 Þetta þú að tala að menn sé að veðja á fallbankas og svona, hvað heitir aftur bíómyndin sem að við nú til dæmis nýbúið endur sína á RÚV? Big Short. Já, Big Short.
ef að þeir sem að muna eftir þeim söguþræði að þá voru þarna nokkrir í sögunni að fara í ganga milli bankana til þess að veðja móti húsnæðismarkaðnum og það var hlegið að þeim fyrir að gera svona heimskulegt veðmál og allir vildu veðja móti en þá komur allt í einu daginn að þá var ekki hægt að gera svona veðmál og þessi dagur komin upp hjá Credit Suisse. Allavega í þessu franska banka. Við þurfum að sjá, það 50 morgun og föstudag og svo kemur helgi en þeir fengur líflínu allavega lausafjárlínu ef á þetta halda í kvöld og það fínt að horfa á Big Short, það líka fínt að horfa á The Margin Call sem að fjallar 24 klukkustundinar þegar að einn bankin losaði sig við öllu vandamálabrifin og það var sá eini banki af 13 stærstu sem var ekki hætt á að falla í september 2008 sem Goldman Sachs tróði upp á viðskiptamenn vinni sína flutti tapsitt yfir á þá seldi það er alveg mögnumynd ef maður vill læra banka að sjá Jeremy Irons og hérna fleiri leikara þar hérna vitna, fara yfir þá svo, ef maður vil rifja upp í bíómyndum þessar sögur, og svo er Wall Street og hérna Wall Street 2, þannig að það komið 4 bíómyndir fram að næstu helgi til að horfa. Það er nú líklega að það haldi áfram einhverjir atburðir út af þessum skjálfta sem það er ekki þannig að allt í einu á morgun bara hækki bankarnir aftur í verði og allt verði gott, það er ekki við erum ekki þar. Nei, og spurningin, stóra spurningin núna ég er að finna hérna kvót frá sem að ég ætlaði að nota á miðvikudaginn í næstu viku en það er alveg sætt að skjóta því út núna þegar það verður svo margt búið að gerast þá að kom í gær frá Deutsche Bank. Stóra spurningin núna er svo hvort að þessir atburðir allir á fjármálamörkuðunum þrýsta seðlabankunum í að minnka eða stöðva eða draga úr eða stöðva vaxtahækkanirnar sínar en frekar að því að hérna og þá hérna það er eitt sem að mér stefnilega kláraði því að ég ætla að spyrja það um Íslandi þá kom í gær frá aðal hagfræðingi Deutsche Bank þetta er ekki eitthvað djók hérna að þeir voru með nýja hérna áætlun fyrir næstu fundi Evrópska Seðlabankans og bandaríska Fedsins sem í næstu viku hérna vaxtahækkanir og ég bara innan beinna þýðingar innan beinna gæslappa ég hef algjörlega enga hugmyndum á þessari stundu hvað bandaríski Seðlabankin eða Evrópski Seðlabankin munu gera á fundum þeirri næstu viku og jafnvel lengur en það hvort þau muni hækka, lækka, hafa óbreytt það er eiginlega tógað í sig áttina, það er annars vegar ertu með verðbólguna sem að vill fá hærri vexti og hins vegar ertu bara með hættu á efnaðarsamdrætti sem að vill lækka þig vexti og ég hef bara enga hugmyndum hvað þeir muni gera. Þú getur eiginlega bara kastað upp tening. Það sem er mér datt í hegu einmitt út af þessu að hérna nú er vaxtaákvörðundagur á Íslandi í næstu viku og það var strax byrjað að tala um það í Bandaríkjunum að kannski kemur bara ekki vaxtahækkun út af þessu sem þú ert að lýsa. Þá fannst mér athyglisvert að hérna, hagdeildir bankana voru svona byrjaður í dag að spá að það var í 75 punkta hækkun og þannig að ég voru að velta fyrir mér getur að verið það að íslensku bankanir hafi hag af hækkun vaxta ef þú værir Arion banki hvort myndur þú vilja vaxtahækkun eða ekki? Já, nei, ég held að þeir allir 3 stóru viðskiptabankarnir hér græða vel á vaxtahækkun. Þannig að maður ætti að hafa það í huga þegar maður sér yfirlýsingar frá bönkunum að þetta eru stofnanir sem hafa hag af hækkunum. Ég meina það er svo mikið þeir eru að hvetja til hækkana, eru að íta undir og það er náttúrulega, eins og þú ert að lýsa vandanum sem að þeir sem eru að taka ákvarðanum vext í heiminum eru í, það er sama sem að peningamála nefndin verður í næstu viku. Þetta er bara örfáar manneskjur sem þurfa að taka ákvarðan sem er eiginlega ómúlegt að taka ákvarðan vegna þess að það stangast algjörlega á tvær hérna upplýsingar fyrir utan að það eru mismunandi kenningar og það sem er sérstakt hér með að við önnur fjármálakerfi er að það er svo mikið verðtryggt hérna og nú var verið að auka heimildin á verðtryggðum innlánum á móti og það er einhvern veginn svona hérna ódýr neyðarlaust sem er þeir sem er að lenda í vandræðum með hérna nafnvaxta húsnæðislánin sína þeir eru bara að fara tilbaka yfir í verðtryggt
En sko það sem er hræðilegt og ekki lausn á neinu, það er svona sparka vandanum undan sér. Og hann stækkar, sko, það er ekki svo að sparka dósinni. Snjóbolti. Og ég hef lengi verið að reyna að skilja af hverju þessi verðtrygging er svona mikið hér og af hverju hún sé ekki farin og svona. En það er miklu auðveldar að reka banka í verðtryggðum. Ég meina þetta var á þeim tíma þegar við vorum að flytja afdankaða stjórnmálamenn yfir að vera bankastjóra. Sko ekki bara í Seðlabankunum, heldur í viðskiptabönkunum þegar þeir voru í ríkiseigu. Þannig og þá er þetta náttúrulega sko þægilegt, þá er eiginlega ekki hægt að klúðra neinu. Og það er vandinn núna við miklu vaxtahækkanir að þá náttúrulega hækkar sko álagið sem að bankarnir fá hér á sína þjónustu og raun og veru fyrir að reka bara sömu þjónustu áður sko. Það er ekki eins og að við breyst neitt en þú ert að fá hærri álagningur sko. Þannig að það er svolítið sérstakt og líka svona ef maður sér samanburðin við Skandinavíu það sem kannski hluti af stýrivaxtahækkuninni kemur út í húsnæðisvaxtahækkunina. En hér virðist hún koma ansi hratt, ansi mikill stór partur af henni, þannig að þetta þyrfti náttúrulega að kanna aðeins betur og rannsaka, en ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna. Það verður bæði spennandi næstu dagar til þess að sjá hvernig hvað gerist mest út í heimi, en svo verður náttúrulega næsta vika í tengslu við vaxtaákvörðunum heima og í Bandaríkjunum sem getur orðið mjög örlega ríkar ákvarðanir sem eru teknar, sem að geta kyrt okkur niður í algjörða kreppu. Já, sko, áður en Silicon Valley Kirstendalsbankin fór á hausinn var alveg heilmikil umræða það, hvernig á að ná mjúkri lendingu, það verður yngri mjúkri lendingu ná, hún verður harkaleg, en við erum að ná lendingu svo það verði bara samdráttur en ekki kreppa, sko, en núna ef að er umræðan búin að aukast mjög mikið það að nú er bara hér verða sko að stefni of harkalegan árekstur á kreppu ef það verður ekki stöðvaðar vaxtahækkanna núna úr þessu að því að þú ert búin að sjá núna sprungurnar koma í ljós sko, þannig að þú þarft ekki að keyra meira inn í En sömulegt er staðan á Íslandi svolítið ólík því að við erum ekki að sjá þessi einkenni. Við erum ekki að sjá sko, ekki samdráttinn. Við erum ekki að sjá verðbólgan er ekkert að gefa eftir. Nei. Þannig að íslenski Seðlabankinn er á svolítið öðrum stað heldur en þessi sem að sjá fram á sko, sprungunar. Já. En það er ekki alveg hægt að fullyrða það svo sé hér. Nei og það er alveg rétt þannig að þetta er ekki auðveldur heimur að greina því það er sko svo margir hreyfanlegi partar í honum en auðvitað er það sko bandaríski Seðlabanki sem stýrir vaxtastiginu í heiminum almennt séð, svo hérna er það spurningin hvar við erum í samhengi við það og svo er það spurningin hversu mikil í raun og veru mikill samdrátturinn í heiminum verður hvort að það fer að áhrif á hér eitthvað ferðaþjónustu og þess að sem eiga efn og ferðast til Íslands. Ég held að það verði nú alltaf sko nógu margir, nógu velstæðir þó að það verði kyrt inn í ansi mikinn samdrátt og jável allt of nálægt kreppu en það er, við erum, ég segi bara aftur eins og síðast, við erum í miðju öldurótinu og við vitum ekki hvað gerist á föstudaginn eða í næstu viku. Ég ætla ekki að rauka það en þakka þér fyrir að koma hingað og hjálpa okkur til þess að skilja skjálftana sem ganga henni yfir. Áskipirinn, kæra þakkir. En við ætlum að snú okkur að öðru, hann ætlar að koma hann Danilo Nava sem er innflytjandi frá Venezuela á Íslandi. Það er mikið búið að ræða innflytjendur frá Venezuela en ég man ekki eftir að hafa heyrt viðtal við slíkan. Danilo kemur til augnablik. Í dag, en við ætlum ekki að fjalla það. Okkur langar að fjalla aðeins þann mikla fjölda fólks frá Venezuela sem hefur komið hingað á undanförnum árum, en við getum það náttúrulega ekki, við getum ekki talað við marga einu, en það er komin hingað einn maður frá Venezuela sem kom hingað fyrir 6-7 árum, Danilo Nava.
Já. Varstu velkomin? Já, sæll, takk fyrir. Má ég byrja að spyrja þig á hverju komstu hingað? Já, bara svona, ég var í Kólumbíu fyrst að vinna í eitthvað alþjóðleg samtök, svona kalla á einsku svona non-profit og það er svona kapli hérna, íslensku kapli hér. Svo ég sótti vinnu þarna og fekk sá stöðu í 2016. Svo ég kom til Íslands fyrst í september 2016. Með atvinnulíf og svona, en þú kemur ekki hingað inn sem, þú ert ekki að leita hæli. Nei. Þú kemur bara að vinna. Nei, já, ég mitt. Þegar þú komst þá voru ekki margir frá Venezuela á Íslandi, kannski 100? Kannski 100 myndi ég segja. Ég spjallaði við ein manneskja sem bendi mér á hlutir á íslensku. Ég spurði þessi manneskja hvernig lífið á Íslandi og svona hvernig svona félagslega ástandi og líka stundum svona hvernig politics virkar hérna á Íslandi og svona, að því að þetta var partur af umsóknina fyrir þessari vinnu, var að skilja íslenska samfélag, að því að ég ætlaði að vinna með ungt fólk þar. Svo ég þurfti líka að vera eitthvað upplýstur hvernig raunveruleika Íslendingar er. Og hvernig er raunveruleiki Íslendinga? Hvað mikið tíma eigum við? Það er bara eins og ég myndi bara skilja svona í stuttumáli. Mér finnst Ísland er svona álegg á milli samlöku þessi samlöku er Bandaríkin og Norðurlöndum. Svo Ísland er það meningarlega, félagslega og þetta er mjög sérstakt og að því að stundum þegar ég kom fyrst ég fann ekki mikið kultursjokk, svona meningarsjokki og af ég hafði verið skiptinemi í Bandaríkin fyrir mörg ár. Svo bara ég kannast við það og svo eftir nokkur mánuð það fyrsta árið þá byrjaði ég að finna fyrir svona skandinavisk partur af Íslandi og það kom bara svona meiri menningarsjokki. Þetta var ekki eins og í Bandaríkjunum? Nei, þetta alls ekki. Þú gætir haldið að fyrst þú kemur til Íslands að þetta sé mjög bandarískt, en svo smátt og smátt áttur á því að það er eitthvað annað. Já, það byrjar þannig. Það byrjaði þannig fyrir mig. Og núna er ég bara það komið með eitthvað svona tök á málinu, til dæmis. Það er líka málið. Leið að ég náði íslenskuna, það byrjaði uppgöta svona skandinavisk hluti af Ísland sem ég var ekki með ágang fyrir að þegar ég var ekki með tungumál. Þegar þú komst að þá voru svona, segjum, 100 manns frá Venezuela á Íslandi, en núna koma 200 á mánuði. Já. Það er svolítið mikið. Það er frekar mikið. En bara gott. Og verður þú eitthvað varð við þetta? Ég reikna nú ekki með, þú þekkir ekki alla frá Venezuela. Nei. En verður þú varð við þetta? Verður þú varð við allt þetta fólk sem er að koma? Sérðu svona samfélag fólks frá Venezuela á Íslandi stækka? Já, bara það sést bara að minnstakosti fólk sem eru bara að vinna aðeins meira í svona matreiðslubransan. Og bara ég þekki nokkur fólki, það er Facebook-grúpa fólk sem eru frá Venezuela sem eru að búa á Íslandi og það er mikið tal fólk sem eru búin að fá vinnu á einhverju hótel, eldhús og
að selja venezuelsk mat og fólk sem líka að selja venezuelsk mat allstaðar og hérna rétt hjá það suðuramerísku matvöruverslun og það búin að stækka meira og meira svona vorur frá Venezuela svo bara eitthvað sem skapað í mér svona mikið nostalgíu þegar ég með svona nostalgíu fyrir venezuelsk mat það fyrir þannig og keypti mér mat til að búa til venezuelsk mat. Þeir sem koma hingað frá Venezuela, þau fara að vinna í eldhúsum, þrífa hótelherbyrgi, í láglaunastörfum mikið til. Já. En þetta ekki allt saman fólk sem í láglaunastörfum heima? Nei, það er kannski svolítið svona áfall að koma, vera kannski kennari eða eitthvað í Venezuela og vera svo allt innum byggðaður að búum herbergi á Íslandi. Já, það skapað eitthvað eins og það skapað eitthvað svona orgi á manni en samt ég er að tala með eftir minn reynslu. Ég er upprunalega með BA í grafísku hönnun. Ég kom hér með atvinnutilboð sem grafísku hönnun og markastjóri fyrir stór samtök, svona góðgerðarsamtök og leið að ég var að reyna að finna vinnu fyrir utan það því að ráðningarsamningin var að ljúka að því að ég vildi vera á Íslandi þá eftir 2 ár að vinna og lífa á Íslandi mér fannst að þetta væri heima bara mjög vanur og burtséð frá veður og allt þetta mér fannst ég var heima bara þetta veit ekki það bara svona maður finnst eitthvað tengslu við landið og ég vildi vera fram og sótti vinnu á mínu bransa upprunalega í margar mánuðir og bara núna ég ennþá að bíða eftir svar frá þessum atvinnu umsókn sem ég sótti fyrir mörg ár. Það var ekki svarað? Það var aldrei svarað. Af því að þú ert ekki Íslendingur og þú ert með erlend nafn, þá bara ekki svarað. Ég myndi spekulera það. En ég fann vinnu á leikskóla þar sem ég gat nýtt kennslu reynsluna mína ég var enskukennari heima í Venezuela og ég vann samtími þegar ég var að ná grafísk hönnun diploma þann tíma svo ég gat nýtt þessi reynsla og lærði líka íslensku með bornun og líka fór á íslensku námskeiðum og allt þetta og náði tungumál og svo fór í HÍ til að verða kennari þó ég núna komið með leyfisbréf svo þetta var svona ég þurfti bara svona að beygja í svona stór beygja fyrir skrána mína eða starfsferðið minn en það er líka þannig allstaðar bara það fólk sem að koma frá Venezuela koma til Bandaríkjan til dæmis frá Venezuela byrjar einhver staðar byrjar alltaf neðst já en það kannski pínu gæti verið ósanngjarnt líka innan Suður-Ameríkur það hins vegar stundum fólk frá Venezuela innflytjendur frá Venezuela eru með hæsta menntun í Suður-Ameríku út af átgang í menntun einfaldara en til dæmis í Kolumbíu eða Chile og það líka skapast svona að fólk bara að taka þessi lána störf svo já, þetta bara líka fer eftir lönd, bara í Suður-Ameríku við erum með hæsta menntun innflytjendum af því að ég fór úr Venezuela með BA
bara svona og ég náði hérna að mennta mig áfram en það líka í Bandaríkin, það bara fólk eru ekki að taka við svona diploma og bara það fólk fer í annan starf þegar fólk þarf að fá sér vinnu til þess að geta verið partur að samfélagi og bara til þess að lífa af. Hvernig finnst þér með að fólki sem að koma frá Venezuela, nú komst þú hingað og varst svona bara eiginlega á eigin vegum, voru fáir og svo nú eru komin miklu fleiri, finnst þér það jákvætt, finnst þér það gott? Mér finnst alltaf jákvætt þegar fólk kemur. Já. Bara þetta það á að koma meira fjölbreytti. Fjölbreytileika er alltaf ekki slæmt. Bara fyrst og fremst. Svo fólk sem eru að koma frá Venezuela, ég efast að þau ætla að koma með svona bad intentions. Þau eru bara að koma til þess að fá nýtt líf og bara fá nýtt tækifæri. En þetta er að mínum átti alltaf jákvætt að því að menningarlega séð það er eitthvað svona leiðin sem Íslendingar í heildina hugsa hlutina. Svo að hafa nýtt fólk koma inn í landin geti skapað nýja leiðir til að leysa málum og ég sé þetta eins og bara gott að það geti skapað svona nýskopun og bara margt fleiri góð hluti. Það þarf líka að styðja fólki meira sem eru að koma svo sem geti líka vera meiri virkir. Styðja hvernig með íslensku kennslu eða? Já, til dæmis íslenska kennslu. Taka marka á prófunum sem þau eru með þannig að þú getur unni við það sem þú mentar því. Já, bara kannski ef ég myndi segja að það er líka svona meiri tækifæri til þess að geta sín starfi sínu að því að eins og ég var að segja bara ég tók þess að í starfsferili minn út af ég vildi vera áfram á Íslandi og líka ef ég hafði ekki náð þetta það myndi ég ekki vera bara núna hér að tala við þig. Þú veist. Nei. Herðu, en hérna nú að koma svona 200 manns frá Venezuela í hverju mánuði. Já. Og það gæti orðið þannig að yrði til svona samfélag fólks frá Venezuela sem er svolítið öðruvísi heldur en þegar þú varst eða svona, ef þú eru fáið frá Venezuela þá ertu bara hluti af alls konar innflytjendum en það er mjög margir pólverjar á Íslandi og það verður til svona pólskt samfélag og það gæti orðið til svona venusúelíst samfélag á Íslandi eða þá að kannski þeir sem að koma hingað vilja fara eitthvað annað, flytja til Norðurlandana eða Bandaríkina, ertu að velta þessu eitthvað fyrir þér, hvort að sé að verða til einhver svona samfélag fólks frá Venezuela á þessum skrýtna stað sem er Ísland? Já, það hefur verið til svona hópur venezuelt fólk hérna á Íslandi sem eru alltaf að miðla, það eru fólk sem eru búin að skrifa bækur bæði á spansku og íslensku þess að svona rithöfundur hún heitir Helen Kova til dæmis og það eru fólk sem eru búið að gera mjög góða hluti hérna á Íslandi en það er búið að vera alltaf svona samfélag, bara málið er að svona við erum ennþá að því að miða við Europabúar sem er mjög einfalt að fara frá ein land bara svona að flytja úr land bara þú ert að taka dæmi fólk frá Pólandi allt sem þau þurfa að gera er kaupa flugmiða
lenda hérna í Keflavík og fara í Þjóðskrá svo við erum með fleiri skref en við sem þjóð erum ennþá mjög nýtt í þessu að flytja annan land það að fara úr frá það sem nálegt maður bara svona úr frá nán fjölskylda úr frá allt sem maður þekkir og hefur lífað allt sitt líf svo við erum svona venezuelsk innflytjendur eru svona eins og svona lítil eyjar en ég gerir grein fyrir að með tímanum þetta myndi svona þéttast og við erum bara aðeins meiri saman og leið að við erum að kynast okkur af því að það út af ástandið í Venezuela það líka smá svona hvernig sé á íslensku svona apprehension til að reyna að kynast fólk sem að koma frá Venezuela sem frekar slæmt en það samsvarar ástandið í Venezuela líka að hvernig mikið division sem hafi verið í mörg ár bara síðan 98 svo það líka í hópnum sem að koma hingað það er alls konar fólk já, það er alls konar fólk bara allt en ég bara gerir grein af allt þetta fólk þó alls konar eru líka að koma hérna til Íslands til þess að svona vera virk þáttakendur þau vilja það en leið að fólk til þeim frá Venezuela eru bara komið með einhverja svona venjur eru búin að venjast við Ísland og allt sem tengist Ísland tungumál og svo framvegis myndið þú bara setja rættur hér að þegar mín reynslan var svo ég bjó í Bandaríkin í nánast 2 ár ég skipti nám en samt mér fannst að ég var bara svona gestur ég bjó í Kolumbíu 2 ár fyrir að koma til Íslands ég var ekki að plana að koma til Íslands þegar ég flutti til Kolumbíu fyrst og þó Kolumbía og Venezuela eru bara hlið við hlið við erum nágrannar við erum mjög tengt sagan okkar báðlandum mjög tengt svona nátengt ég fann fyrir að ég sé ennþá innflytjendur að ég hér svona að taka plás sem innflytjendur frá Venezuela og leið að ég kom til Íslands ég vissi að ég var innflytjendur en ég fann fyrir mig svona tilfinning að ég var í heima sem er eitthvað sérstak að ég fann ekki á spænsku mælandi land sem við hliðina á mínu land svo ég gerir grein fyrir að fólk sem að koma hér leið að þau upplifa meiningu og upplifa tungumál og ná tökka tungumálinu myndi líka setja rættur og finna það sama af því að við viljum bara við sem Venezuela búar viljum bara að fá fleiri tækifæri og fá að lífa svona betri líf Hefur þú farið til Venezuela síðan þú fórst síðan þú komst til Íslands 2016? Nei, ég fór til Venezuela áður en ég kom til Íslands ég hef ekki farið aftur og saknar þú Venezuela? Ég sakna meira fólksins ég sakna meira svona
vinir sem ég átti en þau eru bara núna dreift út allt ég hef ekki farið til Venezuela því að kjarnafjölskyldan mín flutt til Argentínu svo síðast sem ég fór að heimsækja kjarnafjölskyldan mín var fyrir COVID og mamma mín kom til Íslands í fyrra fyrir útskrifta aftunina Þannig að Venezuela þitt það eiginlega horfið, það splundrað Já Það til Argentínu út allan heim Já, Venezuela sem Þannig þú getur ekki farið heim Þannig heimið farið Ef ég fer aftur til Venezuela þá myndi ég finnast að ég væri turisti af því að þó ég veit ef ég fer aftur til heimaborgina mína þó ég veit hvað allt þá myndi ég bara já, þetta var ekki hér þegar ég var þetta var ekki hér, þetta eitthvað nýtt og það myndi ég finna eins og ég væri svona turisti aðlega Danilo kæra þakki fyrir að koma hingað og segja okkur frá bara þínu lífi og þinna landa kæra þakkir Takk alveg fyrir bóði Við ætlum að snúa okkur núna að feminísku fréttum eftir augnablik Sara Steff Hildadóttir sest hérna með mér í Maríu Pétursdóttur við rauðaborðið og við ætlum að fara yfir nokkrar sósíalískar fréttir vikunar velkomin Sara Takk fyrir Heyrðu, þú ætlar að segja mig frá einhverju varandi ólaunuð störf kvenna og þjóðhagsreikningar Já, einmitt ég fór að það var auglýst erindi á póstlista HÍ í gær og var góð mæting þetta sjálfur sér ekki beint frétt sem var í fréttunum Nei. En þetta alltaf frétt Já, þetta feminísk frétt þetta sem feminísk bara frétt sem á við alltaf. eins og margar femíniskar fréttir á við allan daga því miður Þannig að þetta var erindi sem Ásgerður Magnúsdóttir sem BA í sagnfræði hélt hvers virði störf húsmæðra væru en hún gerði rannsókn á húsmæðrum og verðgildi starfa þeirra frá 1900 til 1940 og það var bara svona tæknileg útfærsla til þess að finna mengi þar sem hún gæti skoðað hvers virði störf húsmæðra á Íslandi á þessu tímabili væru bara með alls konar útreikningum Þetta svo rosalega forvitnilegt tímabil í sögunni líka því þarna þú veist það svona byrja að myndast svona einhver verkalýðshreyfing og velferðarkerfi og eitthvað svoleiðis en ekki orðið svona up and running beint. Nei, einmitt og þarna líka störf húsmæðra og hún þarf náttúrulega í þessari rannsókn þá þarf hann að skilgreina hugtakið húsmóðir og það hún nota skilgreininguna hún hefði getað nota miklu breiðari hóp kvenna en til þess að fá sem svona nákvæmasta niðurstöðu og geta reikna dæmið þá þurfti hún að skilgreina þetta svona frekar stíft og þá það gift kona og þær voru alltaf á framfæri einmanna sinna á þessum tíma en þær þrátt fyrir að vera giftar og að sjá öll heimilistörf sem voru þá allt frá bara því að vera barnauppeldi, saumaskapur, þvottar, matagerð og allt þetta. Stundum voru náttúrulega svona velgiftar konur svo kallar, jafnvel bara með fólk sem að svona stúlkur sem hjálpuðu til á heimilinu og þá þurftu að vera verkstýra þeim náttúrulega. Og að þær það var ekki talið þeim til tekna einu sinni á þessum tíma og þannig að þegar hún notar manntöl og einhverja svo kallar hagskýrslur, þetta var mjög skemmtilegt, nú ég ekki hagfræðingur en það voru mættir hagfræðingar að hlusta og náttúrulega sagfræðingar og einhverju kynjafræðingar og svo voru við örfáður svona almúi en þannig að hún gat notað sorteringuna giftar konur og þær voru skilgrendar þá sem hans kona, konan hans eða húsmóðir í þessum manntölum og þessum listum sem hún notaði til að byggja undir og megin punkturinn í þessu hjá henni var að þessi ólaunuðu heimilistörf þau hafa komið til tals komst ég að miklu fyrr en ég átti von á þannig að ég vissi ekki að þessi umræða væri svona gömul þannig að hún að fara alveg bara til 1921 ef ég man rétt í Svíþjóð og Noregi en Noregur raunverulega útfærði
einhvers konar leið til þess að telja þessi störf með í tekjum þjóðarinnar, þessari þjóðarframleiðslu. Okay. En þá var það náttúrulega skjön við hinlöndin og það svo rosalega áhugavert. Það var ekki hægt að bera saman. Nei. Og það nefnilega málið sko, að Hættu þeir því þá? Eða þeir hættu því. Þeir hættu því, í staðin fyrir að hinlöndin hefðu hægt að taka þetta upp. Í rauninni. Og hún tala til dæmis í Noregi, gott dæmi sem hún tók sérstaklega bara fram í erindun í gær, hvernig áhrif þetta hefur. Ef þú tekur metur ólaunuðu störfin, bara til fjár, að þá kemur fram sko, í Noregi að þá jókst verglandsframleiðsla 84%. 84% frá 1972 til 1990. En ef að ólaunuðu heimilstörfi, þannig telja þeir fram þessa landsframleiðslu, en síðan kemur núna það sem liggur þarna baki, ef að ólaunuðu heimilstörfin hefði verið reiknuð með, þá hefði vöxturinn verið bara 66%. En það sem að gerast þarna 72 til 90 að konur að fara út á vinnumarkaðinn. Þannig að allt í einu þær komnar út á hins svokallaða markað, sem svo auðvelt að skilgreina vöru og keypta þjónustu okkar. Og þá það talið til hagvaxtarins. En ef þú leggur síðan reikningsdæmið ólaunuð, þinn klassísku ólaunuðu störf með, þá lækkar línan. Þannig að mér var einmitt hugsað til Elísabetar Jökuls, manstu, þegar hún fór í forsetaframboð með línuna, alltaf bara færa línuna. En ég gat ekki betur heyrt á þessu erindi í gær, að því það virtist vera að þetta dæmi lýsir því sem gerist. Ef þú ætlar að taka ólaunuðu störfin með, þá lækkar landsframleiðslan, og að því þetta ekki sambærilegt á milli landa, þannig að til dæmis sunnan við miðbaug, ef það mjög stór hluti kvenna sem vinnur ólaunuð störf, þá bara koksar reiknistæmi kallana einhvern veginn, skilurðu, og hagvöxturinn fer bara alveg pínlítill. Þetta er mjög athyglisvert og ég hugsa nú, það hefði nú verið mjög hressandi ef að maður hefði séð þetta tekið inn og þess vegna í dag, vegna þess að við erum alltaf að tala þriðju vaktina og hvað innifælið í henni, og það væri bara svo ofboðslega forvitnilegt að sjá hversu stór hluti þessi þriðja vakt. Akkurat, já, þriðja og fjórða vaktin. Og jafnvel fjórða vaktin. En það sem líka áhugavert. Það líka, ég ætla bara að skjóta því inn, sko, núna þegar við erum að tala Ísland sem þetta mikla feminista ríki í norðri, að við ættum Katrín Jakobsdóttir ætti náttúrulega bara að taka eitthvað svona róttækt mál upp og koma því á koppin á meðan hún hefur tækifæri kannski til, en ég veit ekki, hún gerir það kannski valla með Sjálfstæðisflokknum. Það var nú samt eitt hana, sko, eitthvað gamall og gildur hagfræðingur sem ég kann ekki að nefna því miður, og hann satt fyrir fram að ég sá bara baksupina á honum. En hann sagði mér þetta, hann sagði að það er ekkert í fyrirstöðu að Ísland bara taki þetta upp á sínu eigin frumkvæði og reikni þetta inn. Og svo bara reyni að hafa þau áhrif á önnur lönd, fyrst kannski bara henni kring Norrlöndunum, fær gera slíkt í sama og svo smitist þetta bara smám saman út um heiminn. Það þarf einhver að byrja. Akkurat, því það sem hún raunverulega Ásgerður var að benda á með þessu lokaverkefni sínu, var að það sem gerist þegar þú tekur þetta ekki með, að burt sér frá öllum þessum útreikningum, að þá ertu að útiloka, raunveruleika kvenna úr reiknistæminu. En það sem ég vissi heldur ekki, var að þessar þjóðhagsreikningar og módelin á bakvið eða líkanið á bakvið það er svona hipsum hapsum hvenær það er endurnýjað og það gerist eitthvað í gegnum til dæmis Sameinuðu þjóðirnar. Það var endurnýjað 93 og þá var gerð eitthvað tilraun til að taka inn ólaunustörf kvenna sem var síðan horfið frá. Svo var það 2008 síðast endurnýjað, þetta líkan, og nú á að endurnýjað það sagði hún 2025 og hún var búin að kynna sér þessa sögu líka. Og hún sagði sérst frá því að hún ætti ekki von á því að þetta yrði tekið með sem hluti af aðal reiknis upplegginu frekar en 2008 eða 93 vegna þess að þetta væri núna alltaf sett inn og þetta er bara alveg kostulegt náttúrulega. Þetta er alltaf sett með sem eitthvað svona viðauki, þú veist, eitthvað svona afgangsstærð, eitthvað í sérskjali. Þetta er alveg kostulegt.
þetta það, en þetta En þetta var frábært erindi áhugavert. og hérna, þannig að nú bara erum við með þessa fínu rannsóknirnar hérna í handraðanum hjá okkur, sko, Algjörlega, til þess að skoða betur einmitt. fullt af upplýsingum hana. Bara mjög forhaldilegt að kafa aðeins svona í þetta. Já. Heyrðu, já, ég ætla kannski að skjóta þarna inn í þegar ég er að skora á Katrínu Jakobs. Eða svona, ég er svona sem ég að skora á hana, sko. Ég kannski bara gera það bara hér og nú. Hér með. Ég bara skora á hana að taka upp og fara að rekna háast tölunar með Tilliti til tilliti til raunveruleika raunveruleika kvenna. Og bara koma, já, og vera bara hérna sporgöngu kona hérna Norðurlandaþjóðanna og heimsins í því að Taka okkur með í reikningin. taka okkur með í reikningin. Hvað rugl er þetta? Já, einmitt. Hérna, já, ég ætla að tala líka rafvopnavæðinguna. Ég hef pínlillar áhyggjur á henni Katrínu líka og því að, sko, hvernig er að verkstýra þessum köllum hana, þessum sjálfstæðsköllum. Já, samstarfsflokkurinn. Samstarfsflokkurinn, sko, að því að nú var umboðsmaður Alþingis að nýta, eða sérst, hann var ekki að nýta í hana, hann var bara mjög ákveðin í rauninni í afstöðu sinni, að hann er, sérst, náttúrulega segir í rauninni í áliti sínu, eftir þetta, í loka áliti sínu varandi rafvarnavopnin. Rafvarnarvopn. Já, þetta er bara rafbyssurnar. Að hérna, sem á að kalla rafvarnavopn. Þetta er svo svona fínu máli. Já. En já, rafbyssurnar, að þær eru bara, sagt, það að hann, Jón, taki þessa ákvörðun upp á sitt einstæmi, að það sýnir bara vanhæfni hans í rauninni. Og hann er ekki að fylgja lögum, hann er ekki að fylgja stjórnarskrá. Það sem hann gerði var að hann bara gerði þetta með jól og nýjás, var það ekki? Jú, hann var búin að í rauninni og Katrín fréttir af þessu í fjölmiðlum. Já, einmitt. Það er nú allt samstarfið. Og hann segir, sko, sérstaklega þar sem Katrín hafi beðið sérst að þetta yrði rætt í þinginu? Nei, þetta yrði rætt bara af ráðherrum. Já. Og hérna í ráðherranefndinni eða í forsætisnefndinni, já, eða eitthvað, skilur að ríkisstjórnarfundi, að þá hlustar hann ekkert á það og fer bara sína leið, sko, já, fer sína fram. Þannig að hann aktar hann bara eins og einhver einræðisherra. Og hérna, en Katrín segir, ég las mitt skýrsluna því ég var að skrifa fréttir daginn og samstöðun daginn, sko, og Katrín skrifaði mitt í sinni skýrslu, sko, sem svari við fyrstu athugasemdinni hans, að þá segir hún eitthvað svona, já, sé ekki að ég hefði getað farið með þetta eitthvað lengra. Hann bara, hérna, svona var þetta bara. Og hann er mjög ósammála þessu svari hennar. Umboðsmaður Alþingis. Já, finnst hún ekki hafa gert nóg? Nei, hún finnst hún sko ekki hafa gert nóg og þess fyrir utan minnir hann líka á það að lögin, sko, að því það eru, eins og hann segir, þarna eru undir, sko, bæði lög og stjórnarskrá, en svo segir hann að í siðareglum þingmanna er ekki nægilega sterkt kveðið á heldur að einmitt ráðherrar skuli fylgja samráði eins og samkvæmt lögunum og samkvæmt stjórnarskránni, skilur. Þannig að það er ekki nógu svona, það er í rauninni í svona siðareglum ekki nógu vel tekið á svona hlutum heldur. Þannig að hann er svolítið svona, og hann á að fylgja svona siðareglum sem eru bara svona eitthvað leim, greinilega. Það er nú eitthvað saga á bakvið þessar siðareglu, líka bara siðareglu ríkisstjórn á Íslandi. Ég meina, sætla minninga að Sigmundur Davíð og hann fannst þetta bara óþarfi. Já, einmitt. Siðareglu? Já, til hvers, já. Einmitt. Þannig að þær eru líka einmitt bara svona svolítið upp á punt og er ekkert að taka á hlutum almennilega. Ég held að sé ekki einu svona til hvers hérna á Íslandi, eða svo ég bara Nei, það er náttúrulega líka þessi hagsmunaskráning, sko. Já, það sé svona að tala bara ódannað, en þú veist, það er næstu því bara hvað er það? Siðareglur. Já. Að því sko líka bara til dæmis eins og hagsmunaskráningin og líkisturnar. Já, bæði það hagsmunaskráningin og líkisturnar sem að dómsmálaráðherra eða kona dómsmálaráðherra er að flytja inn, það er nú eitt, og hann á að vera skrifað undir einhver frumvörp og einhvað, skilur, sem að tengist þessum málum. Svo erum við líka með, sko, Bjarna Benediktsson sem að, þú veist, föðbræður hans og frændur eiga, sko, vindmyllufyrirtækin og hann er að standur í þingi og fjölmiðlum og segja, við verðum að virkja hálendið, vindinn og eitthvað bla bla bla. Skilur, hann er náttúrulega rosa
sko þó hann eigi ekki fyrirtækin, þetta svo óbúslega tengt honum og þetta eru menn sem hafa verið í viðskiptum með honum og annað, þannig að þetta náttúrulega bara óforkastanlegt sko. Að þetta hvernig á hann að geta leyft sér að vera að ræða þessi mál. Já, akkurat. Fellur ekki undir vandaða stjórnsýsla hætti eins og það segir. Nei. Þannig að það er svo margt að þarna. Þannig að já, allavega, þú ætlar að tala líka Love Island og eitraða kvenmennsku. Heyrðu, já, ég rakst á þetta hugtak. Þetta var held ég ekki beint í einhverjum mainstreams fréttum, en þetta var til umfjöllunar í svona einhverjum grúppum á Facebook sem eru fjölmennar. Já. Það sem að feminismi kemur við sögu. Já. Þannig að ég horfi ekki á Love Island, en Love Island eru sérst einhver svona þetta eru sérst einhverju leikstýrðir, svo kallaðir raunveruleika þættir, einhverja svona tvíhyggju, einhver pör. Já. Og ásakanir toxic femininity eða eitrað kvenmennsku komu upp, skilst mér, í síðasta þætti. Já. Þar sem að 2, stundum 3 karlmenn stóðu saman grátandi yfir taktík kvennana gagvart sér. Já. Að þú veist, þá var verið að tala um að þær hafi raunverulega beitt svona samskonar ofbeldishegðun eða kúunarhegðun og karlar eru oftast sakaðir að beita konur. Já. Og þarna átti einhvern veginn, hugtakið umdeilt og hefur komið upp áður og það var verið að reyna umræðan fjallaði bara hvort þetta væri bara algjör speglun. Já. Þú veist, á því að konur væru bara raunverulega þá að stíga eins og inn í hið blessaða stigveldi, sko, og bara haga sér eins og kallarnir. En það var einhver einmitt sem að benti á í umræðufræði á Facebook-þræðinum að andhverfan við toxic masculinity er ekki eitruð kvenmennska sem slík, af því hún er náttúrulega afurð þessara feðraveldisins, heldur það kvenhatur bara sem slík. Og þú veist, og það færði einhver rök fyrir þessu, en það var svolítið gaman, það var voru skrifaðar nokkrar greinar og það var ein á Independent. Það sem að blaðamaður hafði bara samband vítt og breytt heiminn við fræða og vísindafólk við háskóla vítt og breytt heiminn sem gáfu svona ólíka túlkun á þessu. En svona lendingin virtist vera, að þetta er áhugavert í ljósi bakslagsins sem hvenna bara verður alltaf fyrir, að þarna átti, þú veist, þetta var enn ein skítabomban sem átti að nota í svona fabrikeruðu tvíhyggju umhverfi einhverja þátta til þess að segja að konur væru bara alveg svo kalla. Já, einmitt. Þannig að þetta var góð umræða, sko. Já, ég verð að segja samt, þó að ég var kannski ekki vinsæl fyrir að segja það, í þessu samhengi. Þú kannski skamma mig. Nei, ég segi svona. Að ég nefnilega horfði á eitt þátt þarna daginn. Af Love Island? Af Love Island, og það var algjörlega óvart. Ég var að vinna eitthvað á tölvuna og ég kveikja sjónvarpinu, að ég þarf ofta að hafa eitthvað margt í gangi. Já. Og yngsta barnið mitt kemur inn í stofu og sest og fer eitthvað að gera sinni tölvu og lítur svo sjónvarpu og fer að heyra eitthvað svona og lítur svo sjónvarpu og segir bara, mamma, á hvað ert þú eiginlega að horfa? Mjög hneyslað, og ég segi bara, þetta er eitthvað Love Island, ég ákvað bara að leyfa þess að vera. Ég hafði verið, ef það var einhver annar þáttur sem var áhugaverður undan, sem ég var að horfa, þá þannig. Svo bara byrjar þetta að rúlla, og ég bara eitthvað, og nema hvað að ég fer eitthvað svona gamni bara eitthvað að fylgjast með þessu í smá stund og að fylgjast með þess að einmitt kvennahópnum og kallahópnum og eitthvað svona og hvað er að ske og eitthvað svona og konurnar voru mjög svona cool gagvart því að þær væru í raunveruleika þætti og það væri ekkit endilega þú veist, þetta væri raunveruleika þáttur, skilur, þær voru eitthvað mjög meðvitaðar hvað væri að gerast, En kallarnir sem voru að taka þannig að dæmi við mitt, voru rosalega svona, hvað ég segja? Viðkvæmir? Já. Er þetta ekki bara umræddur þáttur? Kannski er þetta bara umræddur þáttur. En ég meina, ég gafst upp á að horfa á trailerinn sem ég reyndi að horfa á, en ég meina, þetta er náttúrulega ekki raunveruleika þáttur. Nei, veistu hvað ég hugsaði? Reality TV hefur bara mist raunverulega gildi sitt. Auðvitað er þetta ekki raunveruleika þáttur. Bara enga veginn. En það sem að ég hugsaði samt þegar ég horfði á þetta, ég hugsaði ekki að þeir var að búa til eitthvað drama því þetta var í rauninni samt alveg svona sannfærandi Góðleikur. Já, kannski, það getur vel verið en ég hugsaði samt eitthvað svona já, er ekki bara konur og kallar svolítið mikið eins? Rétt að svarið er nei. Ég vissi það.
Það var það sem flög gegn huga minn þarna, ég hugsaði bara, þetta er bara stundum eru það þeir og stundum eru það þær, þú veist, með eitthvað svona bara vilja bara finna ástina, skilur, ég held að þar séum við bara dálítið eins. Byrjaði nú ekki að tala um ástina. Er það ekki? Nei. Segðu, ok, taktu þetta. Tökum annað þátt í það. Ástin, sko. Já. En þetta er ekki þannig. Þetta er ekki þannig. Nei, þetta er ekki þannig. Við þurfum lengri tíma fyrir þetta. Við þurfum lengri tíma fyrir þetta. Þú voru að taka með beini fyrir þetta, er það ekki? Þetta var gott, þú sagðir frá þessu bara. Þú nefndir þetta við mig. Já, ég var náttúrulega bara í sakleysi mín að horfa á hana þátt, sko. Ég vissi ekki að það hefði orðið eitthvað debate. Ertu vissum að það verið þessi þáttur? Það var örugglega þessi þáttur, sko. Þetta var bara nýlega. Ok. Já. Ég það kannski bara að fara inn á þessar síður þannig til þess að vita, láta túlka fyrir mig. Það sem er að gerast. Já, þú þurft að, einmitt, alltaf að tjekka á reviewunum og kritík, já. Oh my god, já. Mér fannst þetta ekki samt ástæða til þess að, þú veist, ég fór ekkert á Facebook og sagði eitthvað. Nei, mér fannst bara gaman, sko. Konur kallar eru bara eins. Já, mér finnst að ég vinn með yngra fólki og þau hefa sum hann að verið að horfa á þessi þætti mitt, svona alveg upphátt, sko, í matatímum að segja frá einhverju drama. Þannig að mér varst bara gott raunverulega að sjá í þessa umræðu, þú veist, að þetta hugtak, þetta hefur verið, þetta er ekki að koma upp fyrst núna, en þetta er hugtak sem hefur verið reynt að beita til þess að sýna fram að það sem að þú varst að segja væri mögulega bara málið, að þú veist, konur, en þá ertu raunverulega, þurfum við að fara svo á dýptina. Því ég er alltaf svolítið þannig samt, Sara, að mér finnst í rauninni, sko, í rauninni í grunninn eru kallar og konur eins, nema við erum bara bæði fórnarlömb feðraveldisins og þess vegna öktum við svo oft ólíkt. Skilur hvað við? Possibly, já, mögulega það er þannig sem að ég horfi á það. Já, en ég skil ekki, þú veist hvernig það hjálpar umræðun að segja að við séum eins þegar við erum ólík á forsendum sama feðraveldis. Við erum bara hegð okkur ólíkt af því að við erum það búið að mata okkur á þessu feðraveldi. Og þannig geta þannig að þess vegna virkar ekki hugtakið eitruð kvenmennska sem andstæða eða andhverfa eitrara kallmennsku. En mér fannst heldur ekkit að því sem að þær voru að gera. Ég upplifði það ekki. Nei, maður getur náttúrulega, það er eiginlega ómögulegt að horfa á svona stór hugtök á einhverju svona persónulegu level, sko. Maður verður einhvern veginn alltaf að summa þessu út og horfa yfir. Já, ég ætla bara að skrá mér þessar grúpur og láta útskýra þetta fyrir mig. Já, sjá, það er mjög, þetta er svo eldklárt fólk í þessum grúpum sem er að kommenta, sko. Já, þetta er bara fárundilegt líka því að maður sér bara eitthvað og svo í sakleysi sínu, sko. Já, mikið var hún eitthvað vond við hann. Já, hvað er hún svona vond við hann? Nei. Akkur brosir hún ekki meira? Heyrðu, allavega, við ætlum að tala um sósíalista í borginni. Já, einmitt, þau hafa verið það komst í fréttir á fleiri miðlum en einum og tveimur að þau voru eini borgarstjórnarflokkurinn sem að kaus gegn nýju frumvarpi eða nýjum reglum myndavéla eftirlit, svona CCTV, svona surveillance. En er ekki verið að gera það fyrir mögulega heimsókn þjóðhöfðingja í Hörpu næsta vor og ég sá einmitt frétt held ég á RÚV eða Vísi þar sem að fréttakona fór á milli staða. Það eru engar myndavélar hjá Hörpu, frábært. Og hún fór á fleiri staði, þannig að milli nýbyggingana í miðbænum, engar myndavélar heldur. Þannig að það er bara tölvert lítið að sé svona myndavéla eftirlit. Það er alltaf eitthvað við Austurvöll. En það sem að Trausti og Sanna voru að tala Trausti talaði fyrir þessu, er að þetta er hættuleg leið, sko, þú veist, þannig að þú hefur aðra borgir í heiminum þar sem þetta hefur gengið mjög langt. Og London, eftir því sem ég best veit, er mest svona CCTV eða borg heimsins, var það allavega fyrir nokkrum árum, þannig að kannski er eitthvað búin að taka fram úr. En þú er draumverulega síðast til vissi að þá ertu sko í mynd að lágmarki 60 sinnum á dag, bara við að sinna erindum þínum, fara út úr húsi, fara í vinnu, fara í búðina, það eru myndavélar allstaðar. Og það er raunverulega það svona ríki og svo löggæsla sem að Trausti og sósíalistar í borginni voru að tala gegn. Og það var alltaf sorglegt að sjá bara eins og Pírata, ég meina þeir kjósa bara gegn gildum sínum þannig, þú veist, frelsi einstaklingsins. Þeir hafa náttúrulega gert það í fleiri en einu máli. Og þarna er bara enn eitt málið. Og þetta eru vonbrigði, sko, að sjá flokk fara svona. Í þessu svona, þetta eru svona krúsjál grundvalla mannréttindi að geta gengið borgina og strokið frjálstöfuð, eins og svo segir. En svo líta sumir svo á og við náttúrulega heyrðum þetta mjög mikið í tengslum við ákveðið ábeldsmál fyrir nokkrum árum
einmitt þar sem að stúlkur hafa verið, unga konur hafa verið bara numdar brott hreinlega, að þá hafa verið hávara kröfur að það eigi að vera fleiri eftirlitsmyndavélar í miðbænum Já, á þessum svæðum. Ég meina, einhverju myndi nú kalla það, þú veist, vitlausan enda, þú veist, að þú leysir ekki svoleiðis grundvallar ofbeldis menningu með því að fylgjast með á mynd, eða sko það ekki lausn. Nei, þá ertu líka í rauninni, þú ert í rauninni ekki komið með lausn á málinu, þú ert svo sem bara komið með lausn á sko vandamálinu eftir á og sko. Kannski að þá samþykja að þetta sé orðið óleysanlegt vandamál. Akkurat, já. Þannig að krafan eins og Trausti og Sósíalistaflokkurinn í borginni voru að benda og krafan hlýtur alltaf að vera svo að við búum í samfélagi sem byggir á jöfnuði og ekki á ofbeldi sem að kalla á það. En í London og það sem þetta gert sko, það sem hún lappar ekki fólk hefur líka verið að setja inn einhverja avatara og Já, ég tók eftir bara áramótin sko og ég talaði nú við vinkonu sem að þekkja kannski betur til í þessu í kringum það mál allt og fór að lesa einhverja greinar. En það voru mjög margir sem að fengu sér svona, það voru alltaf flottir svona avatarar, þú veist, þú gast upplóta á nokkrum myndum og þá útbjúkuðu fyrir þig, það er alls konar skuggahlýðir á þessu sko, en þú fékkst mjög flottar ef fólk bara setja þetta í prófíl hjá sér, teikningar raunverulega af þér, en það sem þú gerir með þessu kemur í ljós að þú lest náttúrulega ekki smáaletri og þú ert mögulega þá búin að sko samþykja verið inn í einhverju gagnabanka. Já, þú ert búin að samþykja fyrirtækið sem að býr til avatarinn fyrir þig, eigi þá þessi hnit á andlitin á þér, sem andlitsmyndirnar og þau geta mögulega búið til varning bara þessi vöruvæðing neysluhyggjunnar í kapitalismannum, selt þá vöru áfram til þriðja aðila. Það kom fram í þessum rannsóknum blaðamanna hjá Wired og fleirum sem voru að skoða þetta, að þá ertu búin að samþykja það að þetta verði selt áfram til þriðja aðila. Og þá er þessi þriðjaðali mögulega til dæmis eitthvað fyrirtæki sem að sér Lundunaborg fyrir gagnagrunnum af andlitum og þá gætir þú, eða þú veist, ég bjóð nú til þess að sögu, en ég meina, gæti það mögulega komið upp, sérstaklega þú ert dökk á hörund, því þetta er reynst hörundstökku fólki mjög erfitt, þessi myndavélatækni, að því að hún tekur betur upp hvítandlit en dekkri, að því að hönnurnir eru náttúrulega hvítir og allt þetta. Og það þau hafa lent í vandræðum og verið handtekinn fyrir að vera einhver beinlínis og þannig að til dæmis fjallarsaktivismi sumra þeirra sem að búa í London og búa bara við þetta daglega það að setja á sig hettu til þess að vera ekki í mynd en þá er bara raunverulega lögreglan komin líka á stéttina og þá getur þú lent í því að vera bara handtekinn ekki handtekinn kannski en stoppuð fyrir að vera með hettu að leyfa ekki myndatökuna og þannig að þú veist þetta hefur bara miklu alvarlegri afleiðingar en fólk er að gera sér grein fyrir líka þessi avatartækni að gefa svona persónu upplýsingar og rökin hjá borgarfulltrúum voru að setja þetta upp á Íslandi væri að því að það væri svo mikið á mótmælum. Já, það voru að þessi tvenn rök sko, það væri þessi fundur þjóðarleiðtoga og svo það væri til þess að geta einmitt fylgst með hörðum mótmælum. Til hvers? Hvenær eru hörð mótmæli á Íslandi? Já, fyrir utan það sko, hvenær eru hörð mótmæli á Íslandi? Og hvenær eru bara mótmæli, og það er líka bara, sem Trausti var að tala að þetta væri bara grundvallar réttur okkar með að mótmæla. Nákvæmlega, það er það sem ég ætla að segja sko líka, því og eins og í búsáhaldabyltingunni þegar var ákveðin lögreglu, yfirlögregluþjónn að sko njóstna ákveðið fólk, að það var náttúrulega því var mjög mikið mótmælt og þannig er í rauninni borgarfulltrúar að segja að við þurfum að eiga möguleika á því í hörðum mótmælum. Já, við þurfum að geta summað inn. Þannig að þetta er náttúrulega ekki í lagi. Nei, bara enga veginn. Þannig að það voru vonbrigði að sjá ekki fleiri kjósa gegn þessu. Já, einmitt. Á þessum forsendum, sko. Heyrðu, ég ætla að tala að öfgar voru að skila inn umsögn við frumvarp hækkun á lögræðis. Já, lögræðisaldri. Hækkun á, ég veit ekki hvað er þetta að kalla þetta. Þegar maður vísir talað kynferðislegan lágmarksaldur. Kynferðislegan lágmarksaldur, já. Að það er, það er styðja það, þetta verður hækkað í 15 ára, fullorðin manneskja má sofa hjá 15 ára barni í dag án þess að fá dóm og þá hækka það upp í 18 ára og það eru mjög fegnar því. Það er styðja það. Það er styðja það, en það er ekki allir sammála þessu sko og það meðal annars var viðtali í 13. daginn við sko aðstoða ríkissaksóknara
sem að var í raun að hallmæla því að það... Já, hún vildi meina að það væri ykkur önnur svona lagaleg meðul til sem að gerði fyrir það að börn lendi í þessum aðstæðum. En það eru einmitt að benda á það að sko það eru, þú veist, til dæmis lög sem að varða klámfengi myndefni og myndatökur og annað þar sem að þú þarft að vera orðin 18 ára en á sama tíma má fullorðin sofa hjá þér 15 ára, skilu, þetta stangast svo á. Þannig, já, þú mátt ekki vera myndefnið en samt má fullorðin einstaklingur hafa þig sem viðfang, kynferðislegt viðfang. Já, einmitt. Akkurat. Þannig að þetta skýtur svolítið skokku við. Já, en það voru ekki öfgar líka sem voru að hlæja því að mótbárur við að hækka þennan aldur væri líka svolítið afhjúpandi fyrir karlkynið. Jú. Sem sýndu þú veist, sýndur umverulega inn í þessa menningu sem vill bara hafa unga stúlkur að kynferðislegu viðfangi og eiga möguleikan á því. Já. Veist, sem svona þessi grundvallar. Já. En ég ræddi einmitt við 2 meðlimi öfga á þann 8. mars og þær voru einmitt að tala um þessa hluti líka þar og ég bara hvet fólk til að kíkja á það viðtal. Það var mjög gaman að tala við þar og forvitnilegt að vita hvað þær eru að bardúsa eins og eitthvað svona. Já, ég sá það einmitt, það var mjög gott. Einmitt. Já. Herðu, ég held að við séum ekki með meira á dagskrá í dag. Nei. En það verður pottið eitthvað meira í næstu viku. Já. Þannig að við bara þökkum fyrir okkur í dag. Gunnar Smári ætlar að tala við Luciano Dutra Brasilíu, ástandi í Brasilíu. Já, eins og oft við Rauðaborðið þá ætlum við að fara núna í ferðalag. Við fáum til okkar fólk sem að getur frætt okkur aðrar deildir jarðar og nú komið að Brasilíu og Luciano Dutra hingað kominn. Þú ert frá Brasilíu. Já, fæddur þar. Verður velkominn. Takk. Brasilíu náttúrulega ógnar stórt land og flókið og mikið af fólki og það ekki auðvitað að útskýra Brasilíu. Nei, og það kemur mér oft óvart hvað fólk veit lítið Brasilíu, Suður-Ameríku og Rómanska Ameríku almennt hér á Íslandi. Fólk veit ekki til dæmis að við séum portugalsku mælandi í Brasilíu, ekki spænsku mælandi og svona hluti, svona grunnvalla atriði fyrir okkur allavega sem búum þarna. Þegar við skulum reyna að átta okkur á Brasilíu og ef við tökum svona, þarna náttúrulega þjóðin margbrotin, það eru þeir sem voru þarna áður, innfæddir, það eru afkomendur portugalskra innflytjenda og það eru afkomendur fólks frá Afríku sem var flutt inn sem þrælar og hvernig eru þessar sammistir, þessar ólíka fólks? Og frumbyggjar. Frumbyggjar, já. Nokkur 100 mismunandi þjóðir sem bjuggu þarna bara á öldum og saman áður en Portugali fundu Brasilíu upp og þetta átaka saga eins og gefur að skilja og sérstaklega eftir að Portugalir fóru í alvöru að byggja upp landið sem var þá þegar konungsfjölskylda flúði Napóleonsstríði frá Lissabon og með öllu sínu bókasafnið bara, hirðina í heild sinni bara flutt frá Lissabon til Ríó og þá fyrst fara hlutina að gerast eins og þá stofnuð fyrstu svona háskóla í Brasilíu og prentsmiðju það var bann á prenti og á háskólamenntun fram til þessa við erum að tala árið 1810
á meðan til dæmis Spánverjar leyfðu háskólar að stofnun háskóla alveg frá 17. öld í Mexíkó, í Argentínu, Peru. Þannig að það munur á hvernig nýlendu stefna var framkvæmt í þessum löndu. Útskýrir kannski munur milli hvernig samfélag, hvers konar samfélag mótast í Brasilíu sem frábrugðið því sem gerðist á spænskumælandi megin. Sem fleiri þjóðir. Það einn munur að þetta hefur skipst í margar þjóðir þegar þessar þjóðir voru að fá eða berjast fyrir sjálfstæði frá Spáni. En Brasilía held bara, svona nokkur veginn svona heildstætt frá því sem var undir Portugalum. Og tungumáli líka. Þetta svolítið svona forvitinlegt hvernig þetta gæti gerst. Það svo mismunandi og landsvæði og menningar heima má segja. Þannig það eiginlega furðulegt að Brasilía eða portugalska Suður-Ameríka hafi haldið saman sem eitt land. Jú, þetta fyrirbæri út af fyrir sig og þetta ég held að það ekki komið í botni hvernig stóð á því og þetta gæti auðveldlega hafi verið skipt í 5-6 mismunandi þjóðir en svo var ekki. Má ég þá spyrja, tengslin við Portugal, það svona móðurlandið? Ég man að ég var í Portugal bara fyrir meira en 40 árum og þá gekk ekki vel í Portugal, var mikil kreppaðar og nýlendunar í Afríku nýfrjálsar og þá töluðu allir að Brasilía væri það var svona hugmyndin var eiginlega svo að besta fólkið hefði farið til Brasilíu. Brasilíu gengi vel en Portugal illa. Þannig þar var svona sterk tilfinning fyrir að Brasilía væri svona Portugal. Já, þetta eitthvað svona nýlendu hyggju nostalgía. En hvernig Portugal frá Brasilíu séð? Já, náttúrulega tungumáli kemur frá Portugal og meiningin okkar að stórum hluta einkennist á portugalskum gildum og til dæmis katólsk trú sem á undanhaldi núna svona í nútímanum en samt hefur mótast okkar meiningu og þjóð og fólki. Þannig að þetta rótgróin gildi sem við þökkum eða Portugalum hafa komið með þetta til okkar og kostnaði þá bara eins og segi menninga og trúarbröðin frumbyggjarna. Það kært á milli Portugala og Brasilíumanna kannski að þegar Portugal lítið land og veikt öfugt við kannski Bretland eða Frakkland sem svona nýlendu þjóðir þar sem hort á það sem hafa mikil afskipta nýlendunum eða hvað? En Portugal eins nú til dags þjóð sem einkennist af þessu nýlendu tíma og þannig að íbúar Portugals bara af ymsu toga, fólk frá Afríku, frá þessum 5 lönd í Afríku sem tala portugalsku ennþá, frá Macau í Kína, Austur-Tímor, Brasilíu. Og Brasilíu mikið. Brasilía orðin, vegna þess að það stórt land og með stór íbúafjölda, mjög stóran íbúafjölda, þá portugalska í Brasilía ráðandi í dag, til dæmis maður sér í svona eins og í Office pakka, Adobe pakka, þessi forrit sitt fyrst og fremst á brasilíska portugalsku og Portugalir ekki voðalega ánægð með það en svona þetta bara. Stærðarhluturinn, Brasilía svo stór og Portugal svo lítið. Já, og þá eins og með menningar útflutningur, þetta fer í ofurgan átt núna. Portugalir horfa á brasilískum sápóperum til dæmis og brasilíska tónlistin náttúrulega hefur mikið svona vægi í Portugal. Þannig að þetta
að fara í tver öfuga átt svona, og nýlendu stefna núna heyrir á Portugal og það náttúrulega skapar togstreitu og kannski grundvöld fyrir ofsahreyfingar sem vilja ekki að fólk sem ekki svona portugalskt búi á landinu og eigi ríkisborgararétt og kosningarétt og svona og svona rétti sko sem En frumbyggjar, það nú misjafnt í löndum Suður-Ameríku hver staða þeirra sumstaðar eru þeir bara pólitískt afl, en sumstaðar eru þeir algjörlega til hliðar. Hver svona staða frumbyggja í Brasilíu? Mjög slæmt. Til dæmis samkvæmt okkar stjórnarskráni frá 1988 þá fólk, svona frumbyggjar eru ekki hvernig að segja full þau geta ekki ráðið sjálf sér þau hafa ekki kosningarétt, þau geta ekki skrifa undir kaupsamninga, þau eru bara háðir einhverri ríkisstofnum sem sér hagsmuna þeirra. Þannig að það erfitt fyrir fólk fyrir frumbyggja að taka þátt í flokkspólitíkina eða bara félagsumræðinni almennt. Breytingi hefur orðið undanförnum árum að það kvótakerfi til að auðvelda aðgang til dæmis frumbyggja og svarta fólks inn í opinbera háskólan í Brasilíu og það og það maður sér þetta breytast fólk indjána eða frumbyggja ætt að ná einhverja háskólamenntun í fyrsta skipti og fara út í alls konar samfélagslega hreyfingar til að berjast fyrir réttindi sinna og svona. Þetta að breytast smá saman. En þau hafa ekki haft fullan borgaraleg réttindi? Nei, bara samkvæmt stjórnarskráni sem annars mjög svona að við leiti til dæmis með umhverfisvernd með réttindi atvinnufólks launafólks meina ég þetta svona framsækin stjórnarskrá en gagvart frumbyggjum þetta bara svona afturhalds ákvæði þarna sem halda þeim frá að njóta réttinda sinna. Raunverulega skilgreind eins og svona hertekið fólk, þannig að það hefur ekki rétt eins og aðri borgarar í Brasilíu, heldur verið að reyna að halda stjórn á þeim og þau geta haft ykkur áhrif á ykkur stofnun innan samfélagsins. Já, en á hínbóin þá eru þau samkvæmt sama stjórnarskráni, þau með svona þjóðgarði á sínum yfirráðum svæðum. Það sem þau geta þá bara lífa samkvæmt sínum meiningum og reglum svo framalega að það fari broti ekki gegn brasilískum lögum og svona. Svona takmarkað sjálfstjórn á sínum svæðum. Svipað og áhugaðum kannski sama eða og fá tekjur þá frá verndarsvæðin í Norður-Ameríku og annað slíkt og víða í Suður-Ameríku svona svæði sem þetta ekki eins þannig að þau ekki hluti af svona brasilísku samfélagi eins og myndi segja, heldur þau haldið mjög afgerandi til hliðar. Eða svona að selja alls konar svona handverk út á götum stóra borga í Brasilíu, þetta svona undir fátækramörkum, þetta svolítið sorglegt að sjá þetta til dæmis í São Paulo eða bara í öllum stóru borgum reyndar konur og smábörn sem sitja á gangstétti að selja einhverja skartgripi eða svona handverk svona gestir í eigin landi. En það var flutt inn mikið af fólki frá Afríku sem þrælum og það var þrælahald í Brasilíu sem það hætti ekki í borgarastyrjöld eins og í Bandaríkjunum, heldur var þrælahöldurunum borgaðar bætur. Þetta var síðasta þjóð í Vesturlöndum að afnema þrælahaldi, þetta gerðist árið 1888 með lögum sem þá einhver prinsessa skrifa undir samþykti að núna eru þau frjáls og en hvað þýddi það í raunveruleikanum fyrir þetta fólk áður fyrir þrælar eða
fólk í þrælahaldi eins og það orða núna í Brasilíu, það síðkast ekki lengur að tala þræla, þetta svona ástand sem fólk sett í og þetta ekki svona tilveru ástand. Skilgreinir ekki því sem einstakling. Þú ert manneskja í þrælahaldi, en þú ert ekki þræll. Nákvæmlega. Þetta svona viðvarsbreyting sem hafa orðið núna á 140 árum. Það sem svona í stuttumáli þetta fólks átti þrátt fyrir þrælahaldi og allt sem því fylgir þau eigur alltaf svona sakk yfir sig og mat onni sig þangað til en þegar þrælahaldi afnumið þetta fólk bara hendur á götu og á sínum bara einum forsendum sem voru mjög veikum og þetta endurspeglast ennþá í dag. Flestir sem eru lenda í fangelsi í glæpagengjum eru af afrísku uppruna fólk á lægstu launum yfirleitt eru konur af afrísku uppruna þannig að þetta mótar örlag þess fólks marga kynslóðir á eftir ennþá. Enda stutt síðan, þetta náttúrulega 1888, þetta nú bara það ekki 150 árum. Já, nákvæmlega. Þetta 140 ár. Já, en 135 ár. En við segjum að í samanbyrðu til dæmis við Evrópu eða Asíu eða jafnvel Afríku, þá saga Brasil mjög sem þjóð, sem svona vestræn þjóð. Þannig að fyrir okkur 140 ár mjög langur tími. Þetta kannski ekki mjög langur tími á evrópsku mælikvarða, svona á mælikvarða sögu Evrópu eða sögu Asíu til dæmis. En það eru 4-5 kynslóðir, 6-7 kynslóðir, en samt eru aðstæður svarta fólks mjög slæmar. En ef maður tekur svona fjölskyldur, afi minn fæddist 1850 það nú svolítið mikið langt, en það fólk sem var eiga afa eða langafa eða langömmu sem fæddust inn í þrælahald. Já, þetta bara mjög stutt. Og það tekur tíma fyrir fjölskyldur að vinna sig upp úr slíku áfalli, að vera rænt inn í Afríku og flutt og haldið sem þrælum í kynslóðum saman. Já, ég myndi að sér menningar sjokkið sem þetta fólk var fyrir. Og svona. Þannig það eru fyrst og fremst afkomendur Evrópumanna sem að stýra Brasilíu og svona eiga Brasilíu. Það frumbyggjum ýtt til hliðar og svörtum haldið niðri. Já, og svo þegar þrælahaldi afnumið árið 1888 þá fór keisari, Brasilíu var keisaraveldi fram að 1889. Keisari Pétur Hannar, hann vildi fá bara menntaða hvita fólk frá Evrópu til að koma í störfum sem fólk sem var í þrælahaldi áður fyrr og það voru gerðar nokkrar svona herferðir, auglýsingaherferðir í Evrópu, til dæmis í Þýskalandi, Ítalíu til að fá nýtt hvitt blóð til að hefja ný tímabili í brasilíska sögu þá og það í þessum stuttum tíma eins og þú varst að nefna að segja hafa til dæmis fjölskyldur af ítölskum uppruna, þýskum uppruna orðið miklu betur í samfélaginu og jafnvel Íslendingar sem fluttu til Brasil líka í svona litlum mæli á 19. öld. Þetta fólk sem vel að sér núna og ríkt eða svona meðalagi ríkt fólk. Þannig það ekki allt, þeir sem frá Evrópu ekki allir frá Portugal? Nei, þetta gamla evrópska stofnin, sko. Svo koma þessa innflytjenda bylgjur upp frá undirlok 19. aldar og fram til og eftir seinni heimsstyrjöld var ennþá fólk að flytja þangað. Jafnvel
og svo eftir það með Salazar í Portugal voru Portugalir einhverjir að flýja landinu til Brasilíu, til Venezuela líka en mest til Brasilíu. Þetta var auðveldara fyrir þá tungumálsins vegna. Ok, það hérna, þetta er flókið land. Eru svona svo stórt? Er þetta þannig að það er hérna borgirnar og svo dreifbýlið það sem er meiri íhaldsemi eins og í mörgum löndum, eða er þetta norður og suður, eða hvernig er þetta að vera með svona skiptingu á því hversu svona er ólík afstaða kannski í pólitík eftir því hvar á landinu við erum? Já, stærstu borgir og flestis svona fylkis höfuborgar eru við strandlínu, alveg frá Amazoníu og niður í Suður Brasilíu og við landamæri Uruguay. Það eru nokkuð svona einingar inn á landið eða út á landið sem eru stórt svæði en það er mjög svona það búa ekki margir í samanburði við ströndina. Já, svæði sem eru við ströndum. Þannig að bara eins og iðnaður og verslun og allt þetta helstu menntunarstofnanir eru við þessa strandlínu. Bara fyrir utan höfuborgina þarna sem er svona heila tilbúin borg. Já. En ég man að þegar við vorum að ræða í aðdraganda kosningana, þá var talað svona norðrið og suðrið og það var, minnir að sko Lula hafi eiginlega verið sterkar í norðurinn og svona. Norðaustri. Hvað ræðu því? Þetta eru fátækasta svæði landsins og kannski ríkisstjórnin Lula fyrsta skipt sem og annað skipt sem hann var forseti. Þá kom hann með hann byggði upp svona velferðarkerfi í Brasilíu með einhverja bætur fyrir fólk, fátæka fólkið og fólk í atvinnuleysi, svona líka sem hvatning fyrir fjölskyldur að senda börnin í skóla og þar sem norðaustur og Amazonísvæði eru í samanburði við suðrið eru fátækustu svæði. Náttúrulega þetta hafiði meira áhrif þarna og fólki þarna saknaði Lula og þess vegna fekk hann betri kosningu þar heldur en til dæmis í São Paulo sem er staður þar sem hann stofnaði verkamannaflokkin á sínum tíma. Þannig að sem er orðið mjög íhaldssamt svæði núna. Þannig að fólki í norðaustri naut þessa stefnu Lula. Já, og velgengni þeirra var útskýrir kannski af hverju hann er ennþá vinsætli þarna heldur en annar staðir á landinu. Og anstæðingur hans fekk bara mjög litla undirtektir þarna. Þannig að þetta er kannski helsta útskýringur. En brasilísk stjórnmál eru flókin. Það eru stéttastjórnmál einhver leyti, en síðan er þetta líka, ég veit ekki hvað er það afleiðing af nýlenduveldinu, þetta svona sambandi við að svona reyna að halda ríkinu saman og herinn og hvað er hægt að kalla þetta afl sem að til dæmis eins og Lula og margir eru að berjast við, það er eitthvað svona vilja til þess að halda einhverju hettu á Brasilíu. Já, og er þetta þjóðernis, er þetta stjórnlyndi, er þetta gömlu landeigundir, hvað afl er þetta sem að vil? Já, þetta er stórt spurt. Ég held að helsta vandamálið sé það að jafnvel undir Lula og Dilmu á sínum tíma var mikið lagt upp á að fólki hafi aðgang að
já, kannski betri efnahag og aðganga vörur í raun og veru. Svona fremur svona kapitalísk stefna undir formerkjum sósíalista stefnu. Jú, var líka lagt kapp á að fátæka fólki fengi betri menntun og aðganga menntunarkerfi sem að skila sér og mun skila sér til frambúðar, en fyrir vikið leið og efnahagurinn hrundi, þá fer stuðningur verkamannaflokks og þessa hugmyndafræði líka bara fer undir og að hluta til útskýrir af hverju Bolsonaro fekk meðbyr á sínum tíma fyrir 5 árum síðan. Það ég held að kjósendur sé ekki mjög klárir á ideológiskum stefnum flokka, heldur hvers konar efnahagsstefna þau bjóða upp og möguleika á að verða neytandi vegar mjög þungt. Hafa það efnahagslega betra. Já. Hún var hún Hólmfríður Garðarsdóttir og við vorum að tala Suður-Ameríku en ekki Brasilíu. Og þá var svona að sumuleyti var þetta svona eins og pendúll. Þetta gengur alltaf á milli eitthvað hægri og vinstri og bara eins og eiginlega bara þegar það búið að vera hérna í smá stund að bara ferða aftur yfir og bara búm. Mætti það segja þetta líka Brasilíu að það sé svona sveifla frá einhvers konar vinstri stjórn yfir í einhverja hægri stjórn og veldur það þá bara hver efnahagsástandi hverju sinni fer eftir sveiflum bara kapitalismans. Jú, í raun og veru vegna að Brasilía enda þótt landi sé mjög ríkt að því leyti að auðlindir eru bara ótal margt sem bara alls konar steinolja, úranium, bara nefnum það og svo landbúnaður mjög sterkur en þetta útflutningsefnahagur svo við erum háðir hversu vel gengur í núna aðalega í Kína ef efnahagurinn í Kína vaxandi og áfram þá erum við í góðum málum annars erum við í vonum málum og vilji kjósenda mjög viðkvæm fyrir ástandi í efnahagslífi má segja. Þannig að pólitíkin ekki byggð upp á svona hugmyndafræðilegri baráttu? Nei, ég myndi ekki segja það. Enda þótt eins og verkamannaflokkur stofnuður á þeirri hugmyndafræði að verkafólk ætti að taka baráttu í sínar hendur og reyna að komast fyrir til valda sem hefur gerst en þegar það gerist stofnum verkamannaflokks var 1980 Lula var forseti fyrst 22 árum síðan en þá var búin að útvatna stefnuna svo mikið að hann var ekkert annað en eitthvað svona frjálslyndur svona félagslega hugsaðu svona frjálslyndur pólitíkus og það engin munnur á hann svona í grunni og fyrir ríki sem var sosialdemokrati og var forseti líka tvisvar í röð. Og kannski kjósendur eru að kjósa að það verður kannski betri tíð ef við kjósum Lula eða það verður kannski betri tíð ef við kjósum Bolsonaro. Já, það það sem selt kjósendum í aðdraganda kosninga. Sko. Það ekki góð stjórnmál. Nei, því miður ekki og eins og núna þetta erfitt byrjun fyrir Lula þannig að það var búin að brjóta efnahaginn bara alveg í mólum undanfarnum 4 árum og gefa alls konar skatta ívilnanir þannig að þetta mjög slæm bú sem og ríkið skuldugt bara alveg og vextirnir að hækka þannig að það getur orðið bara efnahagshrun. Núna með þessi bankakrísa í
í Bandaríkjunum og sem að ná til Evrópu, þá fær kannski Seðlabanki Brasilíu tækifæri til að lækka vexti í mjög langan tíma og sjáum hvernig þetta þróast. Þetta eitthvað svona... En Brasilía eins og Argentína leið og kemur eitthvað svona högt í heimshagkerfið að þá líður þessum löndum illa. Já, bara alveg við erum, eins og ég segi, bara við erum háðir það sem gerist í öðrum löndum svona, sem eru okkar svona helstu viðskiptavinir í raun og veru. Það er mikið flutt af svona hráefnum, má segja. Þannig að þetta er ekki svona mikið virðisauki nema að hluta til. Brasilia fáið sem vita, það er þriðja stærsta flytjandi flugvéla, en það er eitt verksmiðja sem framleiðir svona meðalstóra flugvéla sem til dæmis KLM, Lufthansa kaupa og bíla líka fyrir nágrannalöndin, Afrikuríkin, bíla sem standast ekki európskum kröfum til dæmis, en það eru nóg góðir fyrir markaði í Suður-Ameríku og Afrikulöndum, eins og ég segi. Þannig að þetta er mikið svona útflutningsefna hagskerfið og ef illa gengur úti, þá gengur illa hjá okkur líka. Og pólitíkin sveiflast í kjölfari. En svona almenni borgarar, upplifa þeir að þeir geti haft áhrif á samfélagið, eða eru stjórnvöld svona fjarlæg? Er lýðræðið virt í Brasilíu, eða eru menn að kjósa sér bara velja á milli kúara? Já, ég held það og fólk mættir á kjörstaði vegna þess að það er kosningaskylda í Brasilíu. Þannig, eftir, og þetta, eins og ég segi, fólk sér sig skyldu að fara og mæta og kjósa einhverja eða einhvern, og þetta er ekki góð byrjun á meðfylgjandi ákvörðum. En stjórnmálin hafa verið eiginlega blóðið drifin á 20. öld, hafa verið náttúrulega herforingjastjórnir og mikil skoðanakúun og öðru slíkt, þannig að hefur þetta haft áhrif? Stundum finnst manni þegar maður tala við fólk frá Suður-Ameríku að það sé eiginlega pólitískara heldur en þess að það er oft bara hluti af ættarsögunni, eru eitthvað svona alvöru pólitísk átök og kúun og fólk þurft að taka á sig alls konar fórnir út af pólitík. Eða er þetta bara í svona takmarkuðum hluta af þjóðinni? Já, hvað varðar Brasilíu allavega, sko. Ég held að þetta sem þú varst að lýsa eigi betur við spænskum ælandi löndin í Suður-Ameríku. Í Argentínu til dæmis, það var bara mjög ljótt stríð, borgarastríð í raun og veru, og þar sem 40.000 ekki fleiri hafa fallið og sama í Uruguay og Chile og Paraguay, nefndu það, Bolívíu, öll þessi lönd hafa farið illa af þessum herstjórnum á sínum tíma. Það var frekar lítið svona opin átök í Brasilíu, einhverjir skæruliðar svona út á landi, en einhverjir svona bankaránir eða mannrán, til dæmis frægt dæmi sem bandarískur ræðismaður í Ríó var rændur og ég held að yfir 100 pólitíski fangar hafa fengið frelsi þá bara til að fara úr landi í skipti fyrir lífi hans. En þetta var svona mjög takmarkað ekki stjúp sár og víð annars þar. Nei, en hins vegar fyrir vikið í þessum löndum í kringum okkur þá hefur átt sér það uppgjör, vegna að þetta var átakanlegt og blóðugt, eins og í Argentínu er ennþá verið að dæma herforingja eða slíkt. En þetta var aldrei gerst í Brasilíu. Það var sammið svona
amnestíu og sakaruppgjöf og það ekki það var eins og segir, það vantaði þessa uppgjör og þetta opnar í raun og veru svona, þetta skapar grundvöld fyrir fígurur eins og Bolsonaro sem eru ennþá að sama þessi herstjórn á sínum tíma og hann sagði þegar hann var þingmaður að hann sakaði herstjórn á sínum tíma að það gerði ekki nóg gott, að það drápu ekki nóg margir andstæðingar, svona kommunista. Hann bara eins og, hann alltaf að tala kommunisma óta ennþá, þú veist, í anda svona Marx. En hann munar nú bara litlu og hann næði endurkjöri. Þetta var eiginlega bara 50-50. Jú, en það náttúrulega sá sem hvernig stendur á því að svona stjórnmálastefna nær svona miklu fylgi í Brasilíu? Málið með endurkjör í þessum forsetakostningum í Brasilíu að maður situr upp með svona mikla svona bara krafti embætti, hann getur ferðast landið og hann náttúrulega allt sem hann segir, forsetinn segir fær hljómgrum í fjölmiðlunum og samfélagsmiðlum núna, þannig að þetta mjög sterkur grunnur til að ná kjöri og enda þótt að hafi munið 2%, ég myndi segja að þetta stór sigur hjá Lula og verkamannaflokki vegna þess að þeir voru að berjast í raun og veru við bara gríðarlega afl og þeir náttúrulega í samfélagsmiðlum voru að beita bröðum sem vinstra fólki finnst ekki gott að nota, þannig að þeir eins og hér heima með forsetakostningar þegar Þóra var í framboði var notað alls konar svona bröð gegn henni að hún var bara kona sem var nýbúin að eignast barn og svona þú veist svona manninunnar þannig að þessi bröð sem kannski vinstra fólki meira svona feimið að nota en þá Bolsonaro og synir hans notuðu bara óspart í anda Steve Bannon það sé allt leifilegt í baráttunni kommunismann. Herðu, en Brasilia svona í heiminum, Lula var nú eitthvað að tala um það að kannski ætti Suður-Ameríka búa sér til sín eigin gjaldmiðil, ég veit ekki hvað það nálagt, en svona hugmyndur að Brasilia sé hlutið af Suður-Ameríku og það þeir eru náttúrulega á vesturkvelinu þar sem að Bandaríkin telja sig geta ráðskast með hvernig þróunin þarna. Þú nefndi Kína áðan sem að sumuleyti svona virkar stundum fyrir Suður-Ameríku og Afríku sem svona frelsandi að geta veslað við einhvern annan en gömlu nýlenduherrana. Hvað svona staða Brasilíu í heiminum eitthvað að breytast? Já, fyrst og fremst Lula að taka upp aftur stefnu sem horfir til nágrannalanda og þá innan ramma Mercosur efnahagsbandalagi sem var stofnuð á fyrir 30 árum síðan og landamæri eru frekar opin milli þessara 4 landa pluss Chile sem hefur svona einhverja stöðu þarna en það eins og Sviss þeir vilja ekki taka fullan þátt vegna að þeir eru líka í versluna samskipti við Asíu og Norður-Ameríku í gegnum Kyrrahafinu en Brasilia, Argentína, Uruguay og Paraguay mynda þá Mercosur efnahagsbandalagið og það uppi þessi hugmyndum að taka upp eigið gjaldmiðil fyrir viðskipti sín á milli. Þetta ekkert flóknara og ekki meira stærra en það. Ekki meira í billi. Nei. Og þetta á ekki að vera svona viðskipta gjaldmiðil, ekki svona raunverulegur gjaldmiðil svona sem með seðlum og mynt til dæmis og kling. Þetta ekki hugsað þannig til að byrja með. Og evran fættist þannig líka, þannig að þetta
kannski svona rökrétt leið til að byggja upp svona sterkari tengsl milli landa. Og það skiptir máli í Brasilíu að vera í góðum samskiptum við nágrannalöndin. Já, Argentína þriðja stærsti kaupandi vara frá Brasilíu, þannig að þetta skiptir okkur miklu máli. En Uncle Sam, stórveldið fyrir norðan, það erfið samskipti í Brasilíu við Bandaríkin? Eru Bandaríkin vilja þau ráðskast með þróun Brasilíu? Það einhverja samsæriskenningar að þau stóðu fyrir fall Dilmu og getur verið bara tilviljuna eftir að hún féll þá voru oljulaun svo kallu breytt að því leyti að eignahald ríkis oljufélags var svona í raun og veru lagt niður á þessum nýjum oljusvæðum sem svona mjög duft í Atlantshafinu og Brasilia fekk bara aðstöð frá Noregi til dæmis til að nýta þess auðlinda og ágóður að því ætti að renna svona eyrnamerkt til menntunarmála og heilbrigðismála og það ákvæði var líka lagt niður og afturkallað og þetta þetta var þau sem hafa grætt mest á þessu voru náttúrulega oljufélögin frá Texas og fleiri stöðum eins og Arabalöndum og Malasíu og Singapur. Bandaríkin áskilja sér rétt að gæta bandarískra hagsmuna inn í Suður-Ameríku. Bara allan heim. Sérstaklega í Suður-Ameríku. Þegar tekið þátt í fjölda valdarána. Þetta kallað hvað hét forsetinn sem kom upp með þessa hugmyndafræði á sínum tíma fyrir heimsstyrjöldina. Þetta talið vera bakgarður Bandaríkjanna. Monroe. Monroe-kenningin. Ok, en Kína Kína meira áberandi núna? Já. Kína bara alfa og omega núna. Hvað var það útlutningu brasilískum vörum, sojabönir og svona járn bara. Og innflutningurinn, framleiðslu vöru koma frá Kína? Já, þetta í báðum. Brasilia og fátækt til þess að vera að kaupa vöru frá Bandaríkjunum eða Evrópu. Það bara að koma frá Já, náttúrulega þetta bara alltaf þannig að ef þú að selja einhverju landi, þú þarf að kaupa x mikið tilbaka svo að þetta sé svona á jafnvægi einhverju leyti, sko. Og kínversk fyrirtæki að kaupa alls konar hluti í Brasilíu eins og þeir gera allstaðar, eins og þeir með reiðufé. Þú fluttu frá Brasilíu? Fyrir 20 árum. Rúmum. Þú fórst í heimsókn daginn, eða ekki? Jú, núna jólin og áramót. Og fjölskyldaðin býr þannig þá? Já. Ertu bjartsýnn svona fyrir Brasilíu? Og horfir, eða? Já, frekar, sko. Þetta bara eins og land sem með allt í sínar hendur til að gera gott. Auðlindir, skapandi fólk, enda þótt að menntunarstig sé kannski megi fara hærra, en nýsköpun bara raunin. Þetta fólk sem hefur upplifað ýmislegt á undanförnum áratugum og fólk sem áskilji betur og að vakna smám saman til vitunda. Þú bjartsýnn? Já, ég svona hóflega bjartsýnn. Eins og þú sagði, þetta getur sveiflast mjög hratt eins og hefur gerst núna undanfarið, sko.
Herðu, Luciano, kæra þakkir til að koma hingað og staldra við og segja okkur frá Brasilíu. Takk fyrir mig. Herðu, við ætlum að snúa okkur á öðru núna, við ætlum að tala tímann við Njörð Sigurjónsson eftir augnablik. Já, þá komið að þeim tíma að við ætlum að ræðum tímann. Hingað komin Njörður Sigurjónsson. Þú ert að fara að halda erindi tíma eða hvernig Guðmundur Finnbogason fjallaði tímann. Einmitt. Og eins og ég skildi þetta þá þetta svona tími sem notað til þess að mæla vinnun okkar. Þetta eiginlega svona bölvaður tími sem kemur þarna inn. Tíminn sem virkastundum svona eins og svipa og svona tikk Akkurat. Á eftir okkur. Já. Ekki góða tími. Nei, sko, þetta erindi sem að ég held á laugardaginn á hugvísindaþingi og málstofu sem við vorum búin að skipuleggja í kringum svona vinnuvísindi í upphafi síðustu aldar þegar að stjórnunarkenning er að í raun og vera að verða til í þessu nútíma skilningi. Hvernig það ná meiru út úr vinnuaflinu? Algjörlega. Hagræðing er í raun og veru það sem að ræða. Það er hvernig ekki skipuleggi við vinnuna, þannig að meira komi út og það eru alveg gríðarlega framfærir á þessum sviði. Verkfræðingar sem að í Bandaríkjunum, Frakklandi og víðar en svo var þessi deigla algjörlega í Bandaríkjum tóku yfir þessa umræðu og það er Frederick Winslow Taylor sem er svona frægasta nafnið í þessu og það er kallað vinnuvísindi eða svona scientific management og time motion studies sem hann er svona frægur fyrir og er þetta fyrst og fremst, má ég trufla, fyrst og fremst amerísk vísindi? Já, þetta eru Amerikanarnir eru náttúrulega þeirra svona vinnukúltúr er náttúrulega stundum hálfdjöfulur. Þetta fæðist í stálverksmiðum og námugreftri í Bandaríkjunum sem að það er þar sem þetta þróast. Þetta var líka til í Frakklandi kringum svipaðan rekstur og svo voru sálfræðingar og ýmsir sem eru í Þýskalandi en þeir fara síðan til Bandaríkjanna til þess að vinna að þessu. Þannig að í raun og veru taka Bandaríkin í raun og veru algjörlega bæði eru svona svolítið vaggan og eru síðan drifkrafturinn í þessum stjórnunarkenningum. Og þetta var ekki vinsælt eins og þú minnist á. Tónnin er í spurningunum mínum. Taylor var dregin fyrir þingnefnd og þetta var bara þetta og verkalýs barátta snýrast að miklu leyti að bara reyna að koma þessu frá sér því að megin gaggrinin á þessa nálgun var það að maðurinn yrði bara gerður að einu tannhjóli í vél að vinna mannsins þau smættuð niður í vélræn handtök sem að væri bara verið að í raun og veru bara mæla hversu oft geturðu lyft múrsteini og sett í hleðslu á mínútu og þú tekur besta mannin í þessu eftir hvernig hann gerir þetta svo lærir. Nú sér eitthvað fyrir sér sinn úr Chaplin algjörlega, þetta gerði hann allan daginn. Chaplin er að gaggrina nákvæmlega þessar hugmyndur. Þær hafa gríðarlega áhrif síðan inn í Ford versmiðunar og það er raun og veru það sem að við okkar heimur byggir svo mikið á það er að í raun og veru Fordismi það er að segja að vinnan er skipuleg þannig að sem mest fáist út úr tækjum og fólki og þetta var mikil deigla og það er svo áhugavert sem ég fannst þegar ég fór að skoða bækur sem að Guðmundur Finnbogason sálfræðingur, heimspekingur lærir í Danmörku er úr að norðan sveitastrákur en nær svona alveg opbóðslega góður í tengingu við það sem er að gerast í svona hugmyndaheimi í upphafi aldarinnar og skrifar bara mjög áhugaverða kenningar um sálfræði
hann svona uppfræðari, hann kemur með svona ýmislegt til Íslands bara rétt eftir að hann búin að gefa út þessar vinnubækur þarna, sem sagt það eru 2, gefnar 1915 og svo 17, þá skrifa hann sko fyrstu alvöru íslensku fagfræðibókina, hann býr til sko löggjöfuna sko fyrstu mentalögin og sko skrifar lesbækur fyrir börn og svona einn af þessum sko, já þetta svona endurreisnar hugsunarháttur fjölfræðingum aldamóta kynslóðarinnar sem að stjórnarskráin og sjálfstæðisbaráttan kveiktu í að þetta eru menn sem ókonur sem vildu móta samfélagið. Þetta er mikla við erum köllun að það væri hlutur okkar að búa til gott samfélag. Algjörlega. Og hann að spegla sig í sko, þegar hann að hugsa gott íslenskt samfélag, þá spegla hann sig í sko þjóðveldistímanum, það sem að höfðingjar ríktu og Íslendingar voru þjóð með að þjóða og nú sé komið tími til að við séum það aftur. Hann tekur þessar hugmyndir, Taylors, nútímann og hann að sýna fram á það að sálfræðin sem að hann hafi verið að stúdera í Kaupmannahöfn, að hún sé einhvers virði og það sé þess virði að stofna embætti prófessors í sálfræði, hagnýtri sálfræði við Háskóla Íslands sem þá er ný stofnaður og hann ætlar að kenna þessi fræði og hann skrifar þessi 2 bækur raun og veru til þess að svona undirstrika það. Þetta eru greinasöfn annars vegar og síðan svona heilstæðari bók og það sem er svo áhugavert við það sem hann er að gera, nú ímyndu okkur stundum að í gamla daga þarna á þessum tíma þegar einungis voru siglingar, það eru vísu siglingar þarna allt árið, en að menn sé svona aðeins úr takti við það sem kannski er að gerast, verið að skrifa, en hann er að vitna í blaðagreinar, skrifa það sko sama ár og hann er að skrifa, hann er sko frá New York, hann er að nota bækur, rannsóknir sem eru gefnar út árun áður og ég var að hugsa þetta í dag erum við sko í fræðunum jafnvel sko ótengdari sko því sem er að gerast nýtt í að það eru konar svona paywalls fyrir rannsóknir og við erum erfiðar með að finna sko það sem er verið að skrifa á sama ári heldur en jafnvel hann hefur. Þannig að þessar hugmyndir komið til Íslands raunverulega bara leið og þær voru hugsaður út í heimi. Algjörlega. En Íslendingar held ég svona almennt hafa verið að trúa að þeir sé ekkert sérlega góður í þessu. Það hendi þeim ekki vel að vera þarna í verksmiðunni að gera alltaf þetta. Við vorum auðvitað ekki mennin á verksmiðunni sko. Hans rannsóknir, hann gerir rannsóknir sem að eru það eru þýskur líka fræðimaður sem hann nýtir sem er flest í Bandaríkjanna, Hugo Müller, en hann sko Munsterberg fyrir ekki, hann var að mæla handtök og svona símastúlkur og svona rannsóknir gerir Guðmundur hann gerir líka rannsóknir á slætti með skeiðklukkur með skeiðklukkur, hvað er þessi bestu handtökin og þetta er svona verklagsfræði líka og svo hefur hann svona hugmyndur um það að saltfiskverkun sem var auðvitað svona stór hluti og var vaxandi þarna á þessu tíma að þessi handtök að þurrka fiskinn og setja hann inn og út og allt þetta að þetta sé hægt að gera betur og á styttri tíma ef við bara notum vísindin til að hjálpa okkur. En hlustaði ykkur á hann? Fór ykkur eftir hans? Veistu það? Það var engum sögum að því. Engum sögum að hann fékk að vísu embættið og í nokkur ár það var lagt niður frá 1919 lagt niður aftur 24 og þá verður hann landsbókavörður og er alveg til bara nánast til döðadags 44 sko og og heldur áfram að skrifa en það er engin stjórnvísindi meira í íslenskri deilu, það er ekkert skrif, maður finnur ekkert á tímarit.is svona helstu postula stjórnvísindana fyrir en bara eftir sko stríð þegar það verður svona það verður ekki að hafa haft mótandi áhrif á Íslendingar held ég að upplifi sig að þetta hendi þeim ekki að þeir séu betri í klukkan á Íslandi séu svona ekki alveg réttur ringur hann tikkar ekki alltaf jafn hratt þeir séu best í átökum ég fór einmitt svona dálítið með það í huga að leita íslenskri stjórnunarkenningu það er sko það til kenning til hugsun. Þetta reddast kenningin. Já, sem gengur út á það að sko Íslendingar séu svo mótaðir af náttúrunni og því sem að svona undirstöðu atvinnuvegir þjóðarinnar sem sjávarútvegur og landbúnaður
að þeir séu svo mótaðir á náttúrulegum svona tíðabrigðum að það sé það sem stjórni og við séum svona betur í að við séum áhlaupsfólk sem að svona getum gripið til einhvers og Það skreiða eiginlega í hýði við veturinn í Kanada einmitt og séum ekki góð í það sem kallaði regluveldi eða skrifræði, bjúrokrasi það sé ekki Þetta eiginlega góðsögnum Ísland, hún svona Hún var þetta og fyrir hrunið. Hann stærði sig þessu. Já, þetta var lykillinn að því að við gerðum different banking. Kaupþinging. Já, kaupþinging Nákvæmlega. Og þetta setti Ólafur Ragnar Grímsson fram mjög vel og ég verið að leita þessari hugmynd í það sem getur kallað svona textum stjórnun. Bara hvað þetta eitthvað staðar, eru aðrir sem að setja þetta í orð eða slíkt og hann er ekki með þetta. Það er Guðmundur Finnbogason? Nei. Það væri þá frekar eitthvað sem hefði andmælt honum. Var eitthvað sem andmælt þessu? Sagði að þetta nú eitthvað sem er ekki hægt að koma með til Íslands á þingi var þetta kallað það var, hann heitir Guðmundur Eggers þingmaður, ég held að hann verið í Suðurmúla Íslu, kallaði þetta humbug og hókus pókus það er svona skemmtileg hugtök en þarna rættu menn á þingi stöður og rannsóknir við Háskóla Íslands það var ráðið bara á svona persónugrunni einhverju þingmennu fannst þetta að vera flytja inn þarna hugmynd að íslenska leiðin þótti kannski hafi ekki orðað það einhverju íslensk leið afstöðu til vinnu hendaði ekki í íslensku samfélagi Íslenska leiðin, þú nefndir Ólafur Ragnar hann var alltaf að leita íslensku leiðin í alls konar hlutum Já, akkurat, En þessi hugmynd að þessi tími, þessi mælanlegi tími, þessi tími innbyltingarinnar og svona þessi kúun að hann sé að þröngva sér inn í eitthvað sem þá náttúrulegri tími. Einmitt. Það var Anna Stefánssonar sem ég hafði áhuga á og hef áhuga á með og einu svona skoða stjórnunarkenningu út frá hugmyndum tíma að Nú hafði Guðmundur Finnbogason verið og skrifað sína doktorsritgerð svona herminhneigð eða hegðun að við lærum allt af því að herma eftir öðrum og var að mér skilst svona dálítið svona góð kenning, hún var umtöluð, Piaget þekkti þetta og hann var í góðum tengslum við heimspeking Fraklandi, Henry Bergson og las líka William James, heimspekingur amerískur. Þessir tveir síðast nefndu höfðu svona hugmyndi líka tíma sem upplifðan tíma. Það er svona vildu svona aðskilja hugmyndinu þennan klukkutíma, þennan mældatíma, setja hann aðeins til hliðar og einbeita sér að tímanum sem upplifðum hlut og Bergson gengur svo langt að kalla það raunverulegan tíma. Það er sá tími sem við finnum inn í okkur sem að þegar við erum börn þá stjórnust við að eigin tíma, það er bara við upplifum stundir og það er ekkert ólíkar þessar William James kenningin og Bergson kenningin en þetta er smá munur en ég hafði áhuga á því hvort að Guðmundur væri hvernig hann næði að samræma þessar hugmyndir sem hann augljóslega þekkti til og hann hafði þessa menn í miklum hávegum í öðrum skrifum hvort hann næði að samræma það við Taylorismann og það sem hann var að skrifa með vísindalega stjórnun og maður sér það að því að lesa þessa texta að hann byrjar á að vera mjög svona velrædn og þetta er það sem að blífur en svo gerir hann fetti Bandaríkjana í millitíðinni þarna milli 15 og 17 hittir helstu postula þessar í nýju fræða og fer í verksmiður og þá kemur það fram þessi að hann efast að það sé heilbrigt að maðurinn sé á einhvern nátt að það sem hann talar svona tannhjól í vél og hann sér ofnana í stafsmiðunum hann mildast eftir hann gerir það og hann næri einhvern veginn líka brúa þessa hugmynd sína svona gott vinnuskipulag við upplifun á náttúrunni og tíðabrigðum sem hann kallar hvernig svona samræmi í því hvernig maður svona
hann leggur mikil áherslu á svona kapp og áhuga og hver að það sé eitthvað sem að liggja á manns svona áhuga sviði það sem maður að gera. Draga úr firringu starfsins. Algjörlega. Og hann nú ekki mjög sko og aldeilis ekki sko svona progressífur í svona hugsunvarðandi sko réttindi verkafólks eða eitthvað slíkt en hann sveitamaður og hann er hérna og hann er líka sko svona fagur fræðingur sko, hann vísa mjög mikið í ljóð og svona bókmenntir í máli sínu til stuðnings, hann gerir það þetta líka í rannsóknum á hérna í doktorsritgerðinni sinni og fleiri stöðum og hérna og það, maður sér svona að það er svona fagurfræðilegu skilningu, það er taktur frekar og ryþmi í vinnunni frekar heldur en sko vélvirki. Ég man að þú að tala þegar maður var ungur og var hérna vertíðum hér og þar landið bæði að vinna í salti og frystihúsum og þú veist, út á sjó að þá munurinn þegar maður er út á sjó þar sem að þú vinnur umlega bara í takt við það sem maður dregin inn trossan og svo er það búið og þegar það er hérna bara veiðarnar stjórna tímanum hvað það var sko miklu þægilegri tíma að lifa inn í heldur en í frystihúsunum þar sem hún komst klukkan 8 á mótnuna var til miðnættis og svo var bara matur og eitthvað svona að þó maður kannski unnið í aft mikið að þá var sko þægindi við að vera í einhverjum svona tíma þess að sást fyrir endan á þessu og svo var það búið og svo kom næsta verkefni þannig að ég rifið svona upp Ég sammála þess að ég sjálf verið í sko saltfiski og hérna einu svona litlum stöðum Tálknafirði og Patreksfirði og þá var kannski sko var ráfni búið sko og þá fóru að gera eitthvað að kíkja á skreiðina eða eitthvað en svo það hafa verið til dæmis í Lundun þar sem að var bara akkord þar sem við fórum bara í og hérna þurftum að vippa þessu að það eru þetta miklu svona sko eðlilegri tími. Þó að geti verið erfið að vinna sko. Miklu erfið að vinna. Þetta hafi nefnilega undarlega áhrif sko hvað tíminn hafi. Þetta er svona tími innan dagsins en svo er hérna tími líka nú til dæmis talað að hérna stjórnmálamenn geta ekki í stjórnarlandinu því að þeir hugsi bara í 4 ára kjörtímabilum. Það er talað að þeir sem er stjórnar fyrirtækjunum geta ekki stjórnar lengur að þeir horfa bara á 3 mánuð uppgjör og við séum eiginlega orðið fangar í einhverju svona tímamælingu þannig að við bara sjáum ekki við sjáum ekki skógi fyrir trjánum sko. Þannig að það er bara allir að horfa bara rétt niður fyrir sig og samfélagi síðan næstu því bara stjórnus út af þessu. Er þetta tímabil sem að koma inn í svona stjórnum? Einmitt. Já, sko það kveiknaði sem áhuga hjá mér ég var að velta mitt fyrir mér þessar sko af hverju nú er sko tími algjört grundvallar hugtök í allri stjórnunarfræðin það er alltaf meðað við tíma við erum að tala um vinnustundir og við erum að tala um að hámarka afkvæmst á vinnustund og í raun og veru eru líka sko, fyrirtæki, þau eru þessi líftíma við erum með líftímakúrfur og við erum með ýmislegt við erum alltaf að tala um tíma þegar við erum að tala um stjórn og líffyrirtækja en á sama tíma verðast þau ekki geta sko, og við eða kenningarnar ekki sko, gert grein fyrir því hvað við eigum raunverulega við með þessum tíma eða hvernig við ætlum að nýta hann sko, öðru leyti heldur en bara svona vísa til hans sem einhvers konar bakgrunns og stærstu vandamálinu þetta sem við stöndum fram fyrir eru þetta hugmyndir um sjálfbærni þar sé hvernig getum við gert sko, samfélagi þannig að við séum ekki að eyðileggja fyrir komandi kynslóð og stjórnunar hugsun virðist einhvern veginn eiga mjög erfitt með að taka þátt í þessu þar að segja því að sko viðmiðið er bara fyrirtækið sko það er í raun og veru sko skildurnar eru við það og það meiri segja sko það er breytast náttúrulega með kenningunum líka hverju eru skildurnar hvort það sé til starfsfólks viðskiptavinna eða bara hlutafana algjörlega og það eru hlutafanir sem að horfa bara 3 mánuði fram í tíman já sko þeir eru að horfa bara og það er jafnvel við setjum í lög að stjórnamenn megi aðeins hugsa ákveðna hluti aðeins ræða ákveðna hluti á stjórnarfundum þekkjum þessa umræðu í kringum lífeyrissjóðuna og þeirra þáttöku í stjórnum fyrirtækja og það eru átökum í Bandaríkjunum núna hérna í raun og veru, já Biden er að setja sko í fyrsta skipti sko beita neitunarvaldi því að hérna og það varðar sem sagt löggjöf sem varðar það sem er kallað hérna SG sem er sko environment hérna
sustainability og governance held ég örglega, það að segja að hvort að sko fjármálafyrirtæki eða hvort að það megi í raun og veru setja reglur fjárfestingar þannig að það fjárfesti bara í og innan gæsalappa góðu málum. Það að segja að við styrkjum ekki olíuvinnslu og republikanar er gríðarlega mikið á móti slíkri löggjöf og vilja bara banna þetta og þetta er tekist núna, það að segja mega fyrirtæki hafa í raun og veru aðra önnur viðmið í rekstri en arðsemis kröfun. Og það sem er svo áhugavert við að skoða sko sögu þessara stjórnunarfræða sem núna eru einmitt svona orðið, kannski myndi ég segja svona tæknilega, dálítið einangruð og ósögulegt, þess að sjá sig ekki sem hluta af neinni sögu eða samfélag, að þá ef við kíkjum tilbaka sko þá sjáum við að fólk eins og Cadbury og Roundtree sem eru sko fólk þekkist þessi nöfn, þetta eru súkkulaði barónar og að þeir eru svona framámenn í stjórnunarkenningu til dæmis í Bretlandi eða í upphafi aldarinnar og þar öll áhersla á sko hlutverk stjórnenda í samfélaginu, að búa til gott samfélag. Við erum með sko höfunda eins og Mary Parker Follett sem er í Bandaríkjunum sem að sko lítur á sko fyrirtæki sem svona raun og veru svona tilrauna eða sko þróuna verksmið fyrir lýðræðið, fyrir sko lýðræði í heiminum til þess að ala upp hérna góðu mannesku sem tekur virkan þátt í samfélaginu með öðru heldur en bara að greiða atkvæði. En þessu öllu saman hefur verið svona íti liðar svolítið í stjórnunarkenningu. Við glemt þessu sem við hefðum mátt muna. Já, einmitt. En þessi tími, að því að þú ert að segja að stjórnunarfræðin séu ekki sko með svona sögulega vitund, það er líka tími að geta til þess að horfa aftur. Alveg eins og ég er að stinga upp á með 3 mánuðina eða ársreikningin eða kjörtímabili, þá er það svolítið eins og horfir sko á svona lokaðan tíma, en ef þú horfir á eilífðina, þá er þetta komið svona. Þannig það hefur áhrif á það hvernig við skynjum framtíðartíma eða hvað er framtíðin? Er hún 3 mánuðir eða er hún 4 ár eða er hún eilífðin? Það er einhvers konar óendanleiki kannski sko eða þeir sem er að stýra, þeir sjá ekki nema þeir með byrða framrúðu. Það er búið að stilla sko starfið þannig að þú í raun og veru sko átt ekki að horfa til nema til þess tíma sem að erfitt að orða þetta en sko í raun og veru til þess tíma sem við borgum þér fyrir að horfa til sko. Það að horfa handan þess er óábyrgt í því sem ekki sko. Þú eru orðar þetta svona, þá er þetta náttúrulega stjarnfræðilega rugla. Þetta er byggir á þeirri trú að maskina sem út inni og ert að stýra, hún sé eins konar sigurverk og hún muni alltaf færa þér góða framtíð. Þannig að þú þarft ekki að horfa út fyrir hana. Hún er svona eins eilíðavél sko. Að við séum kannski að við höfum haft svo mikla trú á sko okkar samfélagi, sigri okkar samfélags, að það væri svo gott að við séum hætt að hugsa sko til hvers og til hvaða framtíðar. Já, sko einhverju leiti og nú er ég sko og alltaf bara að tala þessa stjórnunar kenningu, stjórnunar hugsun sko. En ég held að hún sé sko, hún er svo mikilvæg sko og það er svo, hún hefur svo óbúðslega gott af því að skoða sig sem hluta af samfélaginu sem hún gerir yfirlega ekki sko. Og en þetta kerfi að við förum bara þegar við förum í vinnuna, það er göngum inn og setjum á okkur stjórnenda hjálminn eða hvað það er, að þá séum við bara að vinna að þessu verkefni að hún er auðvitað svo sterk í samfélaginu, hún hefur áhrif svo víð sko, og þá var þetta er svona en þú veist, þegar hún bergmálar þetta í ýmsu eins og svona lagahyggju í sko svona framkvæmt eftirlits með að því að vorum að tala banka eða eitthvað slíkt þannig við erum í raun og veru alltaf að setja sko svona skorður við því hvert okkar hlutverk er þegar við erum komin til þess að taka ákvarðanir, þegar við erum komin til þess að ákveða hvort að við að fara í þessa framkvæmd eða hina. En fyrirfram er það oft sko þröngt skilgreind, þannig að þitt hlutverk er bara að skera niður kostnað og auka tekjur. Þannig að þú ert bara eiginlega eins og þannig að stjórnandinn er bara eins og Chaplin í myndinni. Hann er bara með 2 takka. Já, akkurat. En við erum líka sko, þetta er draumur
okkar tíma stjórn sko. Hún er sko, þetta er þessi weberísk hugmynd sko, hann var reyndar varað mjög mikið við þessu og hérna sá algjörlega í hvað stemdi varðandi þessa hluti en sko, já, hún raun og veru ræður eiginlega öllu í skipulagsheildum samtíma sko sem það eru opinberar eða enga eða hvað það er þessi sko þessi skýri rammi utanum skyldur og ábyrgð fólks. Njörður, takk fyrir að koma hérna við rauðaborðið og tala tímann. Já, takk fyrir mig. Já, tíminn svo sem ekki runnin út, en þessi þáttur búinn í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa komið hingað kærlega fyrir og ykkur sem hafið staldra við og hlustað. Hvet ykkur eins og áður til þess að hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðunar. Það gert með því að læka síðurnar bæði á YouTube og Facebook, dreifa efninu ykkur líkar. Þið sem að viljið eiga samstöðuna geta gengið í Alþýðufélagið, því Alþýðufélagið félagsskapur lesenda, hlustenda og áhorfenda sem að eiga samstöðuna. Þið getið gert það með því að fara inn á samstöðu.is. Þar takki sem að stendur á skráning, en ég segi bara góða nótt.